loftinu? Nei, núna? Erum við í loftinu? Já, það er nefnilega við erum í loftinu. Velkomin að Rauðaborðinu á föstudags eftirmiddegi. Þá höfum við það sem við köllum vikulskamt. Förum við fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðum. Hingað er komin Agla Brím sem er síðan þrifið sig þjóðmenningarmundi. Jú, ég tók upp þann titil fyrir Sigmund Davíð hérna árið þegar hann tók þjóðmenninguna undir forsætisráðuneytið. Ég ætlaði að fá góðan styrk í Árneshrepp til að bjarga menningarlandslæginu. Og það gekk ekki í það? Ég tók upp starfstitilinn þjóðmenningarbóndi fyrir hann. Hann var á leiðinni í heimsókn, en svo fór hann í viðtal og talaði um mynstris. Þannig að þetta fjall bara sjálft sig. En ég er að það menna titil, sko. Þannig að nú veit maður þetta næst þegar maður horfir á þetta viðtal. Já. Hversu örlagaríkt það var fyrir þig. Herðu Róbert Marshall sem að ég segi þessi fjallamaður, eða ekki? Jú. Það var til þegar ég var ungur, það voru fjallamenn. Já. Guðmundur á Miðdal. Já, fræg bók Fjallamenn, eftir hann. Já, þú ert fjallamaður eða einhver það, eða ekki? Ég myndi skilgreina mig sem slík, en ég veist það bara mjög gott. Og Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir að bjóða mér. Já, velkomin. Og Bragi Páll Sigurðarsson, rithöfundur. Velkomin. Takk. Herðu, sko, þingið er að klárast og það er þá er örlög þingmála ráðin. Útlendingalögin fóru út í morgun, verða lögum. Húsaleigu-lögin eru víst strand í nefnd, komast ekki út og samkomulega flokkana. Eru það að fylgjast með þessu? Aðeins svona. Þú kannast nú við þetta? Já. Ég fór náttúrulega gegnum þetta nokkur sinnum. Þetta er alltaf sama leikritið, sko. Svona biðleikið bara. Beðið og séð hversu lengi, hver hefur mest þolinmæði til þess að hanga þarna, sko. Þannig að það fer ekkert í gegn nema einhver vilji það ógeðslega mikið. Já, og sé tilbúin að gefa eitthvað annað eftir og svo framvegis. Það er alltaf búin til þessi tímarammi til þess að semja út frá. Þessi tímapressa til þess að semja út frá. Þetta er svona eiginlega skólabókardæmi það hvað við erum léleg í mörgu. Og við erum mjög lélegir í því að taka ákvarðanir og klára mál og okkur tekst ekki að klára og laga þetta. Það er nú sérstaklega slæmt á þinginu, bara tímaplönin og til dæmis það sem við erum hérna að reyna að bóka þingmenn og svona, þeir vita aldrei hvað þeir ætla að gera eftir korter. Og miklu verra eftir að ég hætti. Já. En er þetta ekki eðli stjórnmála að fólk þurfa að ræða saman og komast að lausna málin? Þau komast ekki að samkomulag. Nei, auðvitað komast kannski ekki öll mála að. Við erum með stuttan tíma í þinginu og það þarf að ræða öll málin og vart með ólíka flokka á þingi, minnihluta og meirihluta og fólk þarf náttúrulega að koma sínum málum að. Það gefur auðvitað að öll mál verði ekki leið til lykta á þessu þingi. En ég náttúrulega treysti því að þetta þing endi farsællega og mikil framfæra mál komi að lokum í verða lögum þegar að þing lýkur. En náttúrulega kannski erfitt að segja til að hvaða mál komast í gegn og augljóst og þau komast ekki öll í gegn. Það eru mál sem að deyja sem eru búin að fara eiginlega bíða bara afgreiðslu og svo deyja þau og þá verður að byrja upp á nýtt næsta haust, eða ekki? Jú, og það eru mál sem að allir, það eru einhverjir sem að vita það strax í upphafi í stjórnarflokkunum að þeir ætla ekki að láta þessi mál fara í gegn. Eins og ég spá að ég við húsaleigulögin hjá Sjálfstæðisflokknum. Og það eru svo litlar réttarbætur sem að leigjendur fá út úr þessu að maður bara skilur ekki að þeir nenni að vera á móti í svona smáatriðum. Það er svona ég hef oft sagt, væri ekki skynsamlegra að við myndum bara láta þingmenn svara í upphafi þings strax. Ertu hlynntur svona almennu hugmyndinni, svona bara grundvallaratriðin í þessu máli? Jú, en hins vegar áskilur okkur rétt að vera með athugasemdir og vinna að því að verði breytingar gerðar á frumvarpinu, þess svara bara svona. Já, það er ekki, en núna er ekkert sagt, og þetta er bara einhvern veginn afgreitt úr þingflokkunum og svo koma, það eru einhverjir fyrirvarar og fyrirvarin er þá bara að þetta getur alls ekki farið í gegn svona eins og þetta er, Þannig að við auðvitað afgreiðum við eitthvað mál og auðvitað er það alveg rétt að það þurfa allir að fá að segja sitt hvert mál og ræða þau svo framvegis, en við vitum líka á sama tíma að tímapressan er notuð sem taktík til þess að stöðva það sem að fólk er andvígt. Stjórnarandstaðan var að kvart eftir frameftir öllu ári verið að kæmi ekki mál frá ríkisstjórninni. Það er mjög algengt. Já.
Ég held að það er svo margt í þinginu sem að væri hægt að laga og gera betur. Það ætti að starfa miklu lengur. Það ætti að vera kannski meira svona bara í einhverjum lotum þar sem að verið að afgreiða fámál á tilteknum tíma og svo bara tekur næsta lota við og þá það þessi mál og að þingmenn séu almennt bara betur inn í öllu sem að fara í gegn. Eins og þetta núna þá eru þingflokkarnir að skipta á milli sín og þú verður eiginlega eða þú ert á þingi að treysta því að fulltrúi þíns flokks myndi afgreiða út úr nefnd málið með svipuðum hætti og þú vegna þess að þú hefur ekki tíma til þess að lesa í gegnum allt saman og fara yfir allt en svo eru bara fólk mjög mismunandi. Það er alls ekki raunin. Svo er einmitt fólk bara samviskusamt, það er bara með mjög ólíkar skoðanir innan flokkana og svo framvegis þannig að við erum að því miður svo margt í okkar samfélagi sem eru risastór mál sem að við náum ekki að leysa. Bara stjórnarskráin og kvótinn og Evrópusambandið og alls konar svona mál sem að við bara útilokað fyrir okkur að komast í gegnum. En er þetta ekki líka, og því þau nefnir svo stór mál stjórnarskráin og kvótakerfið, þetta er líka mál sem að kannski þjóðin þarf líka einhvern veginn eiga samtalið og við erum alltaf að eiga svo stór málum áfengi í búðum og netverslunum og hvalveiðar, þetta er líka mál sem að þjóðin og kannski svolítið eftir að eiga samtalið og þingið. Þjóðin átti sitt innslag inn í stjórnarskrármálið. Algjörlega, en það er komin mörg ár síðan og nú er ég 27 ára og þegar það var þá var ég barn og man ekki eftir því samtali og tók ekki þátt í því. En að við erum komin nýja kynslóð líka sem að eftir að eiga þetta samtal. Og þess vegna fannst mér svo áhugavert að fylgjast með forsetaframbjóðendum sem allir voru að tala um þjóðarsamtalið af því að það er svo mörg mál sem við eigum eftir að gera upp sem samfélag. Þegar við fáum nýja kynslóðir sem tóku til dæmis ekki þátt í þessum samtali eftir hrunum stjórnarskrána. Það var kannski merkið þess að þetta samtal okkar er ekki að virka að forsetaframbjóðendur voru að leggja það til að forsetinn ætti að leiða þetta samtal. Og Halla kom með það náttúrulega, gildin og þjóðfundin. Allir tóku undir það og meins og Óla Ragnars að reyna niðurstöðu kosningabaratunar að þetta væri orðið eitt af megin verkefnum forsetans að leiða samtal. Ég var út í París þegar var þjóðaratkvæði stjórnarskrána. Og ég var í svona litlu hosteli, ég var í samkeppnum nýsköpun vistvænna matvæla. Svo er ég út á svölum að fá mér sígarettu og það eru menn hinum megin, svona hrópa og kalla yfir eitthvað og hvaðan ég sé á Ísland. Og þeir sagði, það voru eitthvað fréttir, þið kusu nýja stjórnarskrá. Ég sagði, já, frábært. Og þeir sagði, við erum sósíalistar frá Montpellier, við erum ráðstefnu, komdu með okkur út á kaffihús. Og svo förum við bara, og þarna eru frakkar, gaurarnir úr sveitinni og svo Parísarbúar og rífast pólitík og sósíalisma. En allir sammálum, en það er stórkostlegt sem hefði gerst á Íslandi. Ég hef ekki ennþá sagt þeim hvað hefur ekki gerst. Nei, því ég trúa víða land að við höfum. Já, ímynd okkar er góð, Ímyndin er góð. Og það er mjög margt líka sem er jákvætt og er gott sem að gerist hér og mér heldur ekki gleyma því og þó að sé mikil kannski deilt áherslu ríkisstjórnar þá er líka mörg framfara mál sem hafa náð fram að ganga og ég kannski nefni máli hans Ásmundar Einars farsældarlögin sem er bara mjög mikilvægt skref og sem núna verið að innleiða allt land og öll sveitarfélög. Þetta skiptir gífurlega miklu máli fyrir farsældar. Það er svo langt síðan ekki. Það er langt síðan, en okkur ár sinni var samþykkt en innleiðingin er rétt að byrja. Og þannig að það er það sem eitt af þessum málum sem skiptir miklu máli að þessi unni áfram. En það sem ríkisstjórnin ákvað í vikunni var að leyfa hvalveiðar og samþykkja útlendingalög. Dreifall af öllu sem er í boði, hefur þú valið þetta tvennt? Mér finnst bara svo bersýnilegt að svona íhaldsarmurinn í ríkisstjórninni er að reyna að sækja, finna lyktina af kosningunum sem er einhvers staðar handað með eitthvað horn. Þau eru að veðja á sína íhaldsumu kjósendur að þeir vilji þessi mál í gegn og þetta sé eitthvað sem sé vinsælt hjá þeim og við sjáum hvað 40% samdrátt í fjölda fólk sem eru að sækja um hæli og flóttamönnum. 56%? Já, það er bara 60%, já. Og og þá er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að keyra í gegn þau allra hörðustu útlendingalög sem nokkurn mann hafa verið samþykkt á landinu og það er náttúrulega tugir einstaklingar sem komu hingað út af fjölskyldusameiningum þannig að það er mjög mikilvægt að gera það strax fyrir það þó að hingað vanti gríðarlegt magna vinnuafli og vanti mjög mikið af fólki í vinnu bara út um allt land
Þannig við þurfum algjörlega að gera það fyrir það að hinga geti komið brúnt fólk sem ætli jafnvel að setja hérna og koma sér upp nýju lífi. Og svo náttúrulega gríðarlega mikilvægt líka að okkar allra óvinsælasta atvinnugrein, hvalveiðarnar, sem það er ekkert held ég sem svertir ímynd Ísland meira út af við heldur en hvalveiðar, að vinstri grænir sjálfur keyri það máli gegn og segi að þetta sé í rauninni stórt skref fram á við í áttina því að friða hvali endanlega. Þannig að það er allt á hvolfi. Það er allt á hvolfi í öfuga samfélaginu, andarleika samfélaginu, þar sem að En er ekki meirihluti á þingi fyrir hvalveiðum? Það er það sem að kannski á eftir að taka umræðunum. Nú er ekki komið fram frumvarp og umræðu hvort við ætlum sem þjóða heimila hvalveiðar og það er kannski stóra máli sem á eftir að ræða og þingheimur eftir að taka afstöðu til hvort þetta sé veiðar sem við ætlum að leyfa. Af því akkurat núna er þetta lögheimilega veiðar og það er ekkert óeðlilegt að það sé veitt leyfi til lögheimilega veiða. Auðvitað verður hún að fara, þær veiðar að fara eftir ramma lagana og eftirlit verður að vera með þessum veiðum. Það stangast á 2 lög, það eru lög hvalveiðar og svo er líka til dýraverndarlög. Já, þetta er náttúrulega þetta þannig að rökin sem að Svandís var með fyrir svo sín tíma halda fullkomlega. Þetta er bara mjög ómannúðlegt, þetta er dýraníð. Það er ekki lengur en hún leyfði það líka. Ítrekað verið sýnt fram á það, já. Mata svo að henni væri nauðugur einn kostur og þar fyrir utan eins og Bragi segir alveg ótrúlega óvinsælt. Gríðarlega lítill ávinningur af þessu fyrir okkur sem þjóðfélag. Þannig að þetta er bara óskynsamlega ákvörðun í alla staði. En ef það yrði handaryfting í þingsal núna, ef að leyfa hvalveiðar, þá held ég að yrði bara næstu 40% já. Já. Eða 40 þingmenn. Já. Þetta er klárlega eins og hér er sagt umræða og mál sem að væri mjög auðvelt fyrir þjóðina að taka afstöðu til. Já. Akkur er þetta ekki sett í þjóðargagreiðslu? Það er vegna þess að það er reynt með öllum mögulegum ráðum að koma í veg fyrir það að ákvörðun sé tekin í þessu máli og svo framvegis. Það er það sem að íhaldsöfling gera best. Það er að forða ákvörðunartöku. Og varðandi útlendingalögin, þá er það auðvitað bara alveg rosalegt að hlusta á forsætisráðherra að tala fjölskyldusameiningar eins og það sé bara hræðilegt. Það er bara hræðilegt og verður bara komið í veg fyrir þessar fjölskyldusameiningar. Og þess að maður fá svo mikið af fólk vil ekki halda það að hér sé bara eitthvað friðarhöfn fyrir fólk sem er að flýja þjóðamorð og þjóðernishreinsanir. En hvað við förum aftur í hvalveiðar, hvað hefur ráðherra átt að gera annað en að heimila þessa veiðar og veita þetta leyfi núna þegar þetta er lögheimileg veiði og það stendur bara skýrt í lögum að það megi veiða þessi dýr og þetta er atvinnufrelsi í landinu þannig að maður veltir svolítið fyrir sér hvað hefði ráðherra geta gert annað? Taka stöðu inn í ríkisstjórninni, neita að gera þetta. Og leggja fram lagafrumvarp mögulega. Það er það sem að fylgja stefnu síns flokks. Já, en það hefur ekki verið gert þannig að innan þess... Það er bara það sem það þarf að gera. Já, innan þess ramma sem núna er, þá er þetta kannski einu stöðun en auðvitað er í sammála því að ef við ætlum að breyta þessu og Vinstri græn eru trúið sína stefnu þá verður þau að leggja fram frumvarp þess efnis en það hefur ekki komið fram og það samtala eftir að fara og ég er heldur ekkert vissum að allur þingheimur eða 40% eða 40 hendur ég var ekki 40 þingmenn 40 þingmenn myndi Sjálfstæðisflokkur og Framsókn eru hvað 30 já ég veit alveg að Framsóknarfólk er ekki allt sammála hvalveiðar þannig að það er oftar að taka það umræðu almennilega þetta var svona stórt hitamál á flokksþingi Framsóknarflokksins Flokkur fólksins vildi leggja fram vantraust á Svandísi þannig að það eru 6 36 38 ég held þetta sé yfir 40 þingmenn sem myndi bara segja já þannig að við kjósum bara þannig fólk við sjáum hérna er verðbólga sem er að sliga bara lægri stéttir landsins bara og þú veist annars vegar svo erum við með svo mikla hækkun á leiguverði og húsnæðisverði að fólk er bara í klessu að lifa frá mánaðamóta til mánaðamóta og bara þorri fólks sem að ég þekki úr lægri stéttum. Svo er verðbólgan að hafa þau áhrif að hinga að koma færri, verðbólgan var náttúrulega brjálæðislegar verðhækkanir á öllu mögulegu að valda því að hinga að koma færri túristar og þeir eiga verri upplifun af öllu mögulegu. Við sáum nú bara í vikunni konu sem að labbaði í 2 klukkutíma því að það er náttúrulega einokun á því að keyra fólk frá Keflavíkurflugvelli í rútum
þannig að fólk bara í svona desperasjón að draga skröltandi ferðartöskur eftir sig í 2 tíma til þess að komast í flug, skilur og á sama tíma eru stóru málin sem að ríkisstjórnin er að keyra í gegn ekki eitthvað svona þjóðhagsmál eða svona reyna að bregðast við, ok, hérna er bara eitthvað krísa, við þurfum að bregðast þessari krísu fyrir íslenskan almenning, heldur það svona sýndarmál eins og þú veist að því að það keyra hvalveiðarnar í gegn og vera rosa hörð á hvalveiðum og að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi séu alveg að skrifa grein eftir grein hvað sé mikilvægt að veiða hvali og þú veist þessi máli eru ekki stór mál sem skipta máli fyrir íslenskan almenning og það bara að fólk að horfa í matakornum sína bara á ég efna á því að borga reikningarna mína, skiljiði mig. Er ekki gott að stjórn fyrirtæki sem sé að rífast þetta þegar þið ætti að vera fast allt annað? Þetta stærstu málin er að ná niður vöxtum og verðbólgu. Já. Og að setja þak á leigu að allavega gera það þannig að ungt fólk geti keypt íbúð eða ekki keypt íbúð, búið í íbúðum sem í boði. Þú veist, það þarf að einfalda og auðvelda fólki bara að draga fram lífið, skilur, áðurum fyrir að taka eitthvað svona filosófisk málum hvalveiðar og hvort að þessar fáu hræður sem hingað koma til þess að sækja sér hælis eigi rétt á að koma hingað. En húsaleigulögin frumvarpið sem er að stranda inni, það er ekki leigu bremsu að sjálfsögðu ekki. Nei, það er það að ég að skrá allar eignir til þess að það geta haft eftirlit með markaðnum og að dregið einhverju upplýsingar út hvert er raunvirði leigu í landinu. Það er það sem að Sjálfstæðisflokkurinn er á móti. Hann telur þetta að vera brot á eignarétti og bara atvinnufrelsi að sé vera að neyða húseiganda til þess að skrá húsaleigusamning. Ég held þetta standa á því Ég man ekki töluna en það einhverjir 1000 barna á Íslandi búa við fátækt. Bara hreina og klára fátækt. Og sem því þá foreldrar er að eiga erfitt með að greiða húsaleigu, borga reikninga og kaupa mat og langstærstur hluti af útgjöldum íslenskra fjölskyldna er í húsnæði. Er það þá ekki eitthvað sem okkar kjörnu fulltrúar ætti að vera að taka alveg sérstaklega fyrir og reyna að hamra á bara hvernig getum við náð þessum kostnaði niður, en staðan er svo að leiðu þú ógnar krónunni sem að eigendur þessara húsa og fyrirtæki sem að eiga þessi leigufélag og svona, leiðu ógna krónunni, þá rís allir upp og segja þetta megu ekki snerta, skiljiði mig. En þetta er að sliga alla. Þetta er að sliga alla, skiljiði mig. Og ekki meira sá, þú veist, fólk sem að náða að kaupa íbúður og er allt í einu bara allir vextir og þú veist. Þetta er það sem að fólk er að hugsa og þetta er það sem að þarna finnum fólk fyrir í veskinu. Þetta er stærsta einstaka ástæðan fyrir fátækt öryrkja, fátækt einstakra foreldra, fátækt lágtekjufólks. Hvar eru dálkasentimentarnir sem fara í þetta? Sorry, ég vil ekki veiða hvali, það er bara mín skoðun, en mér er skítfókin sama hvali á meðan þetta er ástæðan. Þetta er það sem þarf að ræða. Þetta er stóra ákvörðun sem einhver þarf að taka og segja bara hvernig getum við klift íslenskan almenning úr snörunum. Ég get alveg tekið undir það og ég held að mér finnst stundum stjórnmanni gleyma svolítið stöðu ungs fólk sérstaklega með þetta í huga. Að þetta er hópurinn sem er kannski erfiðustu stöðun er að koma undir sér fótunum, kannski með námslán, nýkomin á námi, taka húsnæðislán, nýkomin út á leigumarkaðinn með börn. Og það er svona stoltur stundum eins og þessi hópur gleymist í umræðinu þegar við erum að ræða hvalveiðar eða margt annað. Og þetta er eitthvað sem við verðum að setja fókusin á. Og því að voru eldhúsdagsumræður núna nýlega í vikunni að þá fannst mér svolítið jákvætt að sjá unga þingmenn áberandi þar sem voru svolítið að tala til sinna kynslóðar. Við sáum hérna Ágúst Bjarna og Lenju Rún og Lilju Rannveigu sem að koma fram og svolítið töluðu til sinna kynslóðar og það er svo mikilvægt að þeirra raddir komist áfram og að við séum að ávarpa áskorunni þessa hóp sem að gleymist oft í umræðinu þegar umræðan fer í útlendingafrumvarpið og hvalveiðar. Þannig að ég vildi svona kannski bara vekja athygli því að það er svo jákvætt að sjá breytana í stjórnmálum og við séum með ungt fólk sem er að verja hagsmuni þess hóps. En þetta er alltaf bara sama og hefur alltaf verið í þessum stóru flokkum. Það er það að grasrótinni með einhverja skoðanir og með einhverja ályktanir sem ná aldrei í gegn, sem það breytist aldrei. Ég ætla samt að vera ósammála því að þetta hafi ekki áhrif og ég held að þessi einmitt sýndir styrk þessa flokka að setja þetta unga fólk í eldhúsdagsumræður þar sem er dagskrárvaldið og þeir nýttu dagskrárvaldið sér. Það skilur ekki einu íbúð eða...
Ég held að skila sér alltaf inn í umræðina. Auðvitað vildi maður væri til að sjá hérna leigufrumvarpi ná framgangi og mörg önnur góð mál. En auðvitað skila sér alltaf í umræðina og ég ætla að vera bjartsýn á það að næsta þingi nái þessum lögum fram. Mér finnst mjög athyglisvert talandi áhrifavald ungs fólks að sjá að nýleg hægri bylgja í Evrópu er á stórum hluta borin upp af fyrstu kjósendum. Af mörg þessar landa eru búin að lækka kosningaldurinn niður í 16 og 17 sem staðar og þeir eru að kjósa yst til hægri sem er mikil breyting bara á 5 árum þegar þessi hópur var að kjósa mjög grænt og mjög svona líberal en og með þessu er ég ekki að segja að maður halda ungu fólki frá pólitíkinni, það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að ungt fólk skipt sér á pólitík og sjálfur var ég mjög aktífur fyrir 30 árum pluss í unglega pólitík og en auðvitað er þetta fólki sem að eiginlega hefur mestu hagsmuni af því að það séu teknar góðar og skynsamar ákvarðanir, það er fólki sem er að byrja að koma sér á stað. En þá er spurningin af hverju er fólk að kjósa þessa flokka og ég hef svona velti fyrir mig, ég er ekki stjórnmálafræðingur en af hverju velur fólk að kjósa þessa flokka og það sem með þetta svona helst í huga er að þú upplifir ekki svörun eða hlustun frá þessum hefðbundnu stjórnmálaöflum. Þeir eru ekki að dressa þessi vandamál eða áskorun ungs fólks. Það er klárlega ástæðan þarna. Og það er það sem að hefðbundnu stjórnmálaflokkar þurfa kannski að taka til sín hvernig ætlum við að mæta þessum áhyggjum ungs fólks. Og þeir eru greinilega ekki að gera það núna. Sko ég held að ungt fólk það nennir ekki að hlusta svona pólitískt þvaður. Og mér finnst það svo ábyrjandi í forseta frambúðinu að sumir frambjóðenda voru ótrúlega klárir í þessu þvaðri, að segja bara ekki neitt. En talar þú svo mikið. Og mér finnst svo frábært að Jón Gnarr sagði mesta hættan við íslenska tungu er ekki útlendingar eða röng málfræði. Þetta er fólk sem talar og segir ekkert. Mér finnst það bara svona. Mér fannst rosa leiðilegt hvað við vorum leiðinleg í þessari kosningabaráttu. Og hvað hún var leiðinleg. Hún var svo mikið pólitískt hefðbundið. Hvað ætlaðu þú að gera með málskots? Já, en svo bara er ég að tala mér fannst bara rosa mikil heift í svona umræðin á Facebook. Ég er ekki, ég kvart ekki undan því að fólk hafi aðra skoðanir en ég og kommentir á eitthvað sem ég sé á Facebook, en í svona forsetakjöri er svona svolítið bara, fannst mér þetta vera, það er svolítið harkalegt. Það er svolítið harkalegt og auðvitað veit ég líka að okkur hættir til þess að búa til þá mynd að allt hafi verið betra í gamla daga og þetta hafi verið öðru sig og það var auðvitað gríðarlega mikil polarisering í kringum 90, í kringum sjálfstæðisflokk Davíðs Oddssonar og mikil heift og rosalega óheilbrigt ástand gagnvart þeim sem voru sem voru andstæðingar sjálfstæðisflokksins á þeim tíma. Samfélagsmiðlarnir hafa síðan fært svona umræðuna úr heitapottinum og við eldhúsborðið aðeins nær okkur og nær fólki sem er í pólitíkin en mér finnst svona hversu persónlegt margt af þessu var og heiftúðugt bara leiðilegt að Ertu að hugsa eitthvað ákveðin frambjóðanda? Nei, mér fannst þetta að vera svona heilt yfir hvað þetta var, einhvern veginn bara svona stuðningsmenn margra voru að missa sig Ég sá aðalega heift gagnvart fyrrum forsætisráðherra sem að steig út úr óvinsælustu ríkisstjórn Íslandssögunnar frá því mælingar hófust í það að vera forseti viðstöðulaust. Ég sá, það var fyrst og fremst heiftin sem ég sá. Í það að vera forsetaframbjóðandi. Já, áður en þetta byrjaði þá kíkti ég á umræður 2016 þegar Davíð Oddsson var í framboði og það var bara sláandi að sjá það. Kannski var maður bara meðvirkur með þetta var að gerast en svo horfði maður þetta á 8 árum síðar og það var svo mikil spenna í sjónvarssal, Stöð 2 og RÚV og fleira að það bara var að breytast bara hárgreiðsluna á fólki af því að það bara ósaði svo mikil til spennu. Þannig kom maður með alla sína pólitísku arfleið í forsetakosningar og sömuleyti gerði þetta náttúrulega bara með Katrínu líka. Já, algjörlega.
allt í hennu mætir ykkur bara með nokkra ferðartöskur af óverkjarnir í pólitískri framtíð. Já, það var að mörgu leyti kannski ekki bara hennar farangur sem að fylgdi henni í þessu, því að það var svolítið svona líka bara óvinsældir Bjarna og ríkisstjórn. Bara allt sem að tengdist henni. Sem að voru sett svona svolítið í hennar. Hún komur nú alltaf aftur í forsetis. Og ég ger engar athugasemdir við það. Mér finnst það ekki vera málið í þessu að fólk vilji ekki kjósa fyrrverandi forsetisráðherra í embætti forseta. En mér finnst bara einhvern veginn eins og við höfum farið yfir ykkur mörk bara í almennum leiðindum við hvort annað í umræðinu þetta. En ég get alveg tekið út margt sem að segja, en ég ætla samt að vera ósamanlega að þetta vera leiðilega kosningar, þegar mér fannst það sko einmitt mjög jákvæðar og mér finnst mjög jákvæðt að sjá þáttöku ungs fólks og mjög góða kosningaþáttöku sem ber til merki að var ákveðin svona jákvæðan í gangi, þetta voru þetta spennandi kosningar, margir frambjóðendur. Kannski er leiðindin vinsælli. Kannski, en ég upplifði ekki leiðindi í kringum þessu kosningar. Ég upplifði mjög jákvætt andrúmsloft með þess kappræðunar mjög málefnalegar, sérstaklega þessar fyrra sem allir voru og maður hélt fyrst að þetta yrði ríkalegt að vera með 12 frambjóðendur, en það gekk mjög vel og umræðunar voru mjög málefnalegar og mér fannst almennt frambjóðendur mjög kurteisir og almennir í garð hvers annars. Auðvitað voru ykkur stuðningsmenn sem kannski eyðilegu frekar fyrir frambjóðendur heldur en þeir sjálfur. Og svo kannski varandi Katrínu, auðvitað eðlilegt að hún veri gagnrýnd og koma úr ríkisstjórn, en það má samt ekki heldur sko einhvern veginn eins og hún sagði að tala fólk sem hefur verið stjórnmálum eins og sko kjarnorku afurð, þú veist, því að við viljum allir taka þátt í stjórnmálum. Það kom nú svolítið fram að það eru margir sem líta svo á. Og það er það sem ég tel mikið áhyggjuefni og ég held að það sé ástand fyrir því að ungt fólk kannski veigri sig við það að taka þátt í stjórnmálum ef að gagnrýni alltaf svo að þú sért eitthvað kjarnorku eitur eða afurð eftir að taka þátt og segja hennar skoðun, og við erum núna að sjá fyrstu kynslóð ungs fólk sem þorir ekki að segja sína skoðun, og það er meðal annars út af þessari skautun, og við verðum að sem samfélag kannski aðeins að horfa yfir það og hugsa, viljum við ekki búið í samfélagi þar sem að ungt fólk tekur þátt. Það er náttúrulega staðreynd að almenningur á Íslandi ber lítið traust til þjóðþingsins og miklu minna heldur en almenningur í næstu löndum. Það er staðreynd að við erum með ríkisstjórn sem nýtur mjög lítið trausts. Við erum með forsætisráðherra sem 78% af þjóðinni vill ekki sé forsætisráðherra. Ég held að það sé eiginlega bara hvergi í heiminum sko. Þannig að sömuleyti er þessi andúð eða þessi á stjórnmálunum, hún er bara raunveruleg á Íslandi og við höfum bara að gera eitthvað við hana. Við getum ekki bara sagt að við ekki bara hætta þessu. Það er líka sko vegna þess að ég held nú að sjálf ríkisstjórnin þetta nú bara að segja það. Ha? Hún er þetta. Já. Það er náttúrulega þannig í lýðræðisríki að þegar ríkisstjórnin er búin að missa allt traust, þá á hún bara að hætta. Já. Þannig virkar, á lýðræði virkað, ekki? Saga íslenska pólitíkur er náttúrulega saga þess að stjórnmálamenn þurfa aldrei að mæta afleiðingu gjörða sinna. Þurfa aldrei að taka ábyrgð á því þegar þeir sína fram á afglöp í starfi eða brjóta af sér. Já, nema Hannabirna einu sinni. Jú, ég meina Sigurður Davíðs að margir stjórnmálamenn sem hafa þurft að segja af sér. Já, en ekkert rosalega margir samt. Sigurður Davíð reyndar sagði aldrei af sér, held aldrei neitt blaðamannafund, það fór bara. Það bara fór, já. Kannski má jafna það. Ég held að staðan sé bara einfallega þannig hjá ríkisstjórninni núna að þau eru öll að hugsa hvernig getum við snúið þessu við. Og þau, og verður ekki staðan önnur og það kemur alltaf nýr dagur í pólitík og það er svona svolítið hefur viðtekin venja innan Sjálfstæðisflokksins að erfið mál hafa tilhneigingu til þess að fljóta framhjá og fara. En nú er bara staðan einfallega orðin svo að VG er að mælast niður algjörlega er í örendum bara einhverjum með 3% og það getur þá valla saxast mikið meira niður. Þetta eru bara fjölskyldur þingmanna og ráðherra sem eru þarna orðið eftir nánast sko. En á endanum yfirgefur fjölskyldaði líka. Þannig að þetta er svona svolítið eins og ég er glíma við álagsmeiðsli í hlaupum, því ég stundar ranghlaup og ég er með svona svokallan hælspora. Þetta er bara bólga undir ilinni, þetta fer ekki, þetta er eins og tennishólbogi, þetta fer ekki nema ég hætti að hlaupa. Það mun ekki batna nema ég hætti að hlaupa, það er bara svo leiðis. Og það er þannig hjá ríkisstjórninni núna, sem er svona bara Þú hleypur samt? Jú, ég hætti að hlaupa. Þess vegna, já, ég hætti að hlaupa og þetta lagaðist og ég byrjaði að hlaupa aftur og þannig að ég held að þetta sé bara staðan hjá stjórninni, hún er bara með svona pólitískan, krónískan hælspora sem fer ekkert nema þau hætti sko. Það verður hins vegar mjög fróðlegt að sjá hvað gerist ef þau halda bara áfram. Út af því að ég held að Þú sagðir áðan að það gæti ekki versnað. Jú, en það auðvitað fer síðan bara bitna á Framsókn.
það fer bara, það sem að gerist næst að við sjáum að Framsókn vera að minnka. Og það verður rosalega erfitt fyrir þau út af því að það sem að Sjálfstæðisflokkurinn gerir mjög vel með sína pólitík að svona deflekta henni yfir á samstarfið og svara ekki, vera ekki til tals og bíða eftir að fjölmiðlar leita eitthvað annað og fjölmiðlar leita alltaf eitthvað annað og fara þá að leita svara hjá flokknum sem er viðkominn fyrir. Og VG og Framsókn þá að verja fyrir syndir Sjálfstæðisflokksins, en Sjálfstæðisflokkurinn veri ekki einu sinni sína syndir. Kannski ekki einu sinni, Sjálfstæðisflokkur lítur ekki á þetta sem syndir sínar, heldur bara þetta er þetta stefnu þeirra sem að þeir eru bara stoltir af en á sama tíma eru þeirra fylgismenn líka óánægðir með einhver mál ríkisstjórnar og ég held að þetta sé kannski eðlilega þess að samstarf þegar þú ert með ólíka flokka og það eru málamiðlanir að það verða kannski ekki allir sáttir alltaf. Og þeir eru að mælast mjög lágt líka. En þetta er svona stjórnmál sem ég kannski aðhyllist hvað mest sem miðjumanneskja að við séum að taka ákvarðanir eftir breytt samtal þar sem ólíka skoðanir koma fram á borðið og úr því verður ákvörðun tekin. En ég held að ég er orðin svolítið þreytt á þessu umræðu hvort að ríkisstjórnin sé að fara að springa eða falla. Það er þannig að það var kosið í september 2021, kjörtímabilið eru 4 ár og þannig ég held að það er engin teikn á lofti að þessi ríkisstjórn sé að falla. VG er ekki að halda sinn flokksfund fyrir í október, bendir ekkert til þess að þau sé að fara að springa ríkisstjórnina að svo stöddu. Þannig ég held að þessi ríkisstjórn haldi út þetta kjörtímabil og þessi hótanir eða þessi málflutningur minnihlutans að ríkisstjórnin sé að hóta því að sitja 1 ár í viðbót heldur engu vatni. Jú. Með kjörtímabilið er 4 ár og það er ekki að hóta því fólk er að vinna vinnuna sína og hér er verið að vinna eftir stjórnarsáttmála, það er ekki að hóta því. Við erum alveg saman á stjórnarsáttmála. Það er þannig í lýðræðisríki að stjórnvöld verða að stjórna í einhverju takt við vilja fólksins. Og þessi ríkisstjórn er ekki að gera það. Hún nýtur sáralítils trausts bæði meðal almennings og meðal fylgismanna flokkana. Það er að grafast undan fylgiður allra. Það er ósætti inn í öllum flokkunum nema kannski Framsókn, ég veit ekki. Það er mikil ósætti inn í Sjálfstæðisflokknum að flokkurinn sé að reka þarna stefnu sem að er ekki Sjálfstæðisflokksins. Ég meina VG er eiginlega hverfa. Og þannig að ef fólki bara mistekst, alveg sama hvað það ætli hvað það ætla sér að gera og það eigi að vera samtal og eitthvað það bara gerist ekki og eina sem þeir ná í gegn eru útlendingalög og hvalveiðar og þeir ná engum svona málum í gegn sem eru til bóta fyrir samfélagið meðal annars vegna þess að þeir njóta einskis stuðnings, það er ekkert afl í þessar ríkisstjórn til þess að koma neinu góðu til leiðar og þá sætta menn segja, þetta var lögðum upp með eitthvað plan og því miður það bara gekk það ekki og við bara horfast í augu við það og byrja bara nýtt. Þessi flokkar fengur náttúrulega mjög skýrt lýðræðislegt umboð í síðustu kosningum þannig að það er máli haldur auk fyrir því að þeir séu með skýrt lýðræðislegt umboð. En ég skil alveg þessu sjónarmið, það er náttúrulega kannski eðlilegt að það sé komin einhver órói núna, við erum að fara að ganga inn í síðasta þingveturinn, það er kosningahamur að svona fara af stað, maður finnur það og maður sér það í eldhúsdagsumræðunum að við erum að fara inn í þann vetur þannig að það er ekkert óeðlilegt að sjá ákveðin óróleiki og svona verið að byrja að lofa ýmsu en ég er ekki sammála því að engin framfaramál hafi farið í gegn, það er alls. Hún er frá síðasta kjörtímabilið. En má ég aðeins við getum talað mörg önnur mál, við getum talað biðlista í heilbrigðiskerfinu til dæmis. Stjórnin þarf þetta líka bara að vita að fólk sé hún sé ennþá með þetta umboð, það er ekkert sem bendir til þess. Ég vinn við það að fara með fólk á fjöll sem farastjóri og eitt af því sem ég geri reglulega er að líta öxl og sjá hvort að öllum líði vel. Þau hafa beðið mig að fara með þetta hlutverk og hvort að allir séu ennþá með mér. Ef þeir eru þar ekki, þá er bara starfi mínu og hlutverki mínu lokið. Þannig að þetta er bara nákvæmlega eins og stjórnmálaflokkur sem er í ríkisstjórn og mælist í 3%, hann þarf að taka mjög djarfar stórar ákvarðanir til þess að snúa þeirri stöðu við og ég einmitt eins og þú nefnir mér finnst eiginlega svolítið undarlegt að þau ákveðið að halda landsfund sinn í haust. Ég hefði bara gert hann í næstu viku. Lagt það fyrir flokkinn að hvað finnst ykkur að við ættum að gera og koma með einhverja tillögur sko.
En ef það er dæmi sko að leysa maður að lítum átök hvort að fólki sem með þér sko, ef fólki ekki með þér ferðu þá frá borði eða ferðu að hugsa sko til þess hvernig geti náð fólkinu eftir með mér og hvað þarf ég að gera og ígrunda það. Það líka hægt að snúa þessu dæmi við aðráttina eftir ríkisstjórnin kannski að þess að horfa á við þurfum kannski aðeins að breyta kúrs og ná til fólksins og halda fram að vinna þeim. Mannfélaginu held ég svo oftast gert þannig þið eru ekkert að hlusta á það sem ég er að segja og er alveg mistekist hjá mér að leiða hópinn yfir fjallið og svona, þannig eigum við ekki bara allt og gott að þið sætt ykkur betur við Bragapál. Þannig gerir sko fólk í mannfélaginu sko. Og það bara þetta gert í stjórnmálum allan heim að þeirra bara grefst undan trausti ríkisstjórna þá boðar yfir til kosninga til þess að stokka spilin, en þess að við verðum að hafa ríkisstjórn sem að nýtur góðs umboðs almennings, því annars næst ekkert í gegn, annars bara verra að hafa vonda ríkisstjórn sem að nýtur einskis traust að draga enga sko. Ég hef líka haldið að það væri bara tækifæri fyrir VG að segja strax er þjóðinni í alvara með það að vilja ekki vera með vinstri flokk sem feminískur, sem umhverfisflokkur á þingi, á sviðinu, í pólitíkinni og fá bara úr því skori strax. Þá segir kannski almenningur, já, við viljum svoleiðis flokk en þið eru ekki þannig flokkur. Þið eru búin að vera núna í 7 ár. En þetta bara voru áður í 4 ári ríkisstjórn. Það er svo bara gott að fá það á hreint. Og þetta snýst ekki þetta fólk sem situr á þingi. Þetta snýst samfélag. Þetta snýst stefnu. Þau eru aldrei nokkuð tíma að fara að boða til kosninga. Af því að eins og skoðanakannanir sína þá væru þau bara að stroka sig út með því að boða til kosninga. Allir þessir flokkar. Rishi Sunak boðaði til kosninga. Macron boðaði til kosninga. Þeir eru báðir að fara að mæta bara örlögum sínum. Þetta alltaf þekkist í öðrum siðmenntuðum samfélögum að þegar óvinsældirnar eru svona miklar og þegar fólk nýtur svona lítilstraus að þá eru drastiskra ákvarðanir teknar. En Bjarni alltaf hefur ítrekað sagt sjálfur að það er ekkert sem að getur fengið hann úr stjórnmálum eða sínum stól annað heldur en kosningar og það er engin íslensku stjórnmálum að verið spurður eins oft ætlar að segja að þér Bjarni, bara eins mörg, bara ár eftir ár og hann núna nýja, semst hann byrjaði að segja þetta fyrir svona 3 árum að ég var kosinn og það er bara kosningar sem geta fengið mig úr mínu stól sem er náttúrulega grjóthörð afstæða þegar ósættið hann er svona mikið og hann er með allan hennar bagga öll þessi spillingamál og allan hennar hrylling sem hann hefur farið í gegnum að ætla bara að göslast áfram það er sýnir alveg ótrúlega bíræfni í rauninni og virðingarleysi við bara þorra almennings. Já, ég hef stundum leikið mér að þessu að bera traust þjóðarinnar til Bjarna við svona ýmsa stjórnmálumenn í sögunni og hann er miklu minna traust hjá Íslendingum heldur en Nixon þegar hann flög í burtu á þyrlunni. Nixon hefði verið bara mjög, en Bjarni verið ánæður með trausti sem Nixon hefði. En það er svona dæmi það að einhvern veginn verða menn bara horfast í augu við það að ég hef ekki traust meðal þjóðarinnar til að ná málum í gegn. En það er það kannski að koma í ljós núna að þessi ríkisstjórn er ekki að ná miklu í gegn núna á síðustu. Þrátt fyrir að Bjarni var í viðtali bara fyrir stuttu síðan með heitstrengingar það að þinglokin er ekki eins og í fyrra þegar öllu var bara lokað munið eftir því og bara öll stjórnarmálinu ítt í hliðar og hann sagði að það yrði að ná fram málum og við myndum bara vera með þing fram eftir júní ef á þyrfti að halda. En mér heyrist nú tónninir í þingi vera þannig að við erum líklega að fara bara að horfa á að þingi loki. Þeim alltaf liggur á að komast í þetta lengsta sumafrí sem að nokkur íslenskur launamaður kemst í og það bara allt sem allra fyrst það er góð spá út næstu viku og það var nú einhver hasar í fyrra ekki þá var alltaf verið að tala að ríkisstjórnin verið að springa á kvalamálinu. Þannig að tala það bara eiginlega sína sem stjórn byrjaði þetta er alveg gömul umræða en ég er ekkert vissum að þeim liggi mjög á að fara í frí ég hlusta á umræðunar eftir eldhúsdagsumræður og það var Hildur Sverrisdóttir sem að svona velti upp hvort að Logi þurfti að fara í frí því hann var alltaf að spyrja þinglok þannig að ég held að það sé ekki ástæðan fyrir þessu ég held að besta taktikin í þingiru sé bara að reyna að sitja eins lengi og bara framlengja þetta þannig að þetta er bara búið að klára málin sem eru komin á dagskrá. Hvað liggur mönnum á? Ég meina að gera. Það er hellingur eftir en það að búa til skyndikosninga er ekkert endilega það versta í stöðunni og það kemur í ljós til dæmis hjá Macron sem að tekur þessu ákvörðun að hægrið er allt í upplausn.
það hver höndin upp á móti Já, svona klassíska hægrið Já, en svona, en þetta samt sem aður ekkit, það þarf ekkit að þýða að þetta sé eitthvað, að hann sé að fara að mæta örlögum sínum. Nei, hann lítur að kortlagt stöðun ágætlega áður en hann ákveður þetta. Maður sér það líka að í forsetakosningunum hjá okkur, þá sjáum við til dæmis hvað hlutir geta breyst hratt. Veist, yfir eina nótt þarna, þá bara verður rosa hreyfing á fylgi. En sjaldnast þegar það verður svona sveifla, það til ríkisstjórnarinnar. Það eiginlega kosningarnar í Íslandi 2021 sem eiginlega einu undantekningin, þar sem allt í einu kom svona síðustu 10 dagana bylgja til ríkisstjórnarinnar. Þetta náttúrulega ennþá COVID-ríkisstjórnin sem Þetta, við sjáum Evrópukosningarnar, það eiginlega kosið gegn öllum ríkisstjórnum nema á Ítalíu. Allar ríkisstjórnir sem að fá skell í Þýskaland, alveg hryllilegan, í Frakklandi hryllilegan. Og það er góðan. Já, ég meina þessi stjórn, ég er náttúrulega ekki hlutlaus út að ég vann fyrir þessu stjórn í COVID, sko. Hún stóð sér vel þar. Máli eiga það. Og hefur staðið sig vel í ýmsum málum. Við erum að tala heimsfaraldur og við erum með jarðhræringar á Reykjanesskaga sem hefur verið þungmál fyrir ríkisstjórnarina og við erum með heilt bæjarfélag sem hefur þurft að yfirgefa heimili sitt. Það ekki eðlilegar aðstæður sem þessi ríkisstjórn Það var ekki þungt pólitískt mál, sko. Nei, ekki pólitískt, en þetta er þungt mál samt á stjórnvöld. Þetta er stórt mál. Reyndi á stjórnvöld. Þetta gerir það og reynir á samstöðu. Það hefði getað staðið sér betur, það hefði verið fyrr að sitja svona sameiginlega stjórnið við þetta. Við sáum nú bara láfið að Grindvíkingar væri að gera það uppreisn í Laugardalshöllinni á Borgarafundinum. Mikil andúð Grindvíkinga gagnvart stjórnvöldum. Heyrðu, en nefndum hann útlendingalögin sem voru afgreidd. Og það þannig að ég var að hugsa þetta daginn, þannig aldrei aftur við höfum svolítið svona slæma sögu frá seinni heimsstyrjöld og við ýttum í burtu gyðingum sem að hinga leituð hælis undan þjóðarmorði og ofsóknum nasista. Nú að koma til okkar einhver smá bylgja, örlítil bylgja af Palestínumanni. Þetta er tugir einstaklinga, sem er kannski svipaði fjöldi og gyðingarnir sem hinga leituðu. En þá rjúkum við til og breytum lögum að stoppa fjölskyldusameiningar og mér virðist vera fyrst og fremst beint gegn Palestínumannum. Ég bara get ekki, þetta snýst ekki Úkraínumennina, þetta snýst ekki fólk frá Venezuela. Þetta er eiginlega aðgerðir sem eru til þess að hindra það að hingað fái leiti fólk og fái skjól undan þjóðarmorði á Gaza. Er þetta eitthvað, ég misleysið þetta eitthvað? Nei, ég held að sko kjarnin í þessum átökum er sem sagt mónoþíismi. Þú veist, gyðingdómur og Íslam og auðvitað kristni þarna líka, en þetta eru, þú veist, mónoþíist. Það er þessu trúarbragðastríð? Já. Þetta sé ekki landrán? Ég meina, það er inn í þessu, en sko kjarnin í þessu er mónoþíismi. Sem að þýðir það, þú getur bara haft eina skoðun í einu. Þú getur ekki sagt og. Þú getur ekki sagt Hamas framdi hryllilega árás á gyðinga og Ísrael brugðist við með algjörlega óforkastanlegum hætti. Það er ekki. Þú veist, það er ekki leyft í okkar svona kultúr. Það er aðalega stjórnvöld sem er að heimta sér fordæming á atburðum sem voru í október til vegna að þess vegna eigum við að leyfa Ísraels stjórn að halda áfram ábyrgðum sem höfðu fram í dag. Í fyrsta lagi hafa Íslendingar mjög lítinn grundvöld til að ræða þetta einhverju viti. Þegar við erum bara mjög ótengd þessum átökum. Við höfum ekki haft gyðinga hérna. Og við höfum enga samúð með, við höfum bara ekki reynslu. Þú gerir ráð fyrir þessi trúarbragðastríð? Ég held þetta sé mónoþíismi, sko. Það sé mikill misskilningur. Ég hef engan. Síonismi er náttúrulega bara landvinningarstefna sem var sett á fót í rauninni af Vesturlöndum til þess að ná fótfestu í því landsvæði sem var kallað Palestína. Og þorrið þess fólk sem var flutt þarna og býr þarna er ekkit endilega af þeim uppruna, ekki DNA uppruna á þessu svæði. Nei, nákvæmlega. Og ég held sko ósveigjanleikin í hugsun sé mónoþíismi. Það voru gyðingar, kristnir og múslim Íslandfólk og bjuggu þarna fólk sem álst upp í Palestínu hefur sittið hérna við þetta borð og verið að lýsa því að þetta var aldrei neitt vandamál. Ég skal segja ykkur eina stuttasögu. Ég heiti Konundaginn bara úti og við vorum að spjalla og hún er svona woke. Hún er með rétta skoðanir, þú veist, á hver og bla bla öllu þessu.
og við erum eitthvað að ræða og Gaza og hún segir svona, og við erum bara, þú veist, að sól og bara næs úti, hún segir, verst að Hitler tókst ekki að klára verkið sitt. Og hvað er að gera þetta? Og ég held að maður að grínast, sko. Ég segi, já, láttu að heyra það. Já, þá værum við ekki að horfa upp á þjóðarmorð núna. Það heldur sé líka villust, en þess að hvort sem að það hefur verið gyðingar eða einhverja aðrir, þá hefur Vesturlönd orðið að koma sér upp bækistöð í Miðausturlöndum út af bara olíunni og til þess að koma af öllu jafnvægi sem var að myndast í Miðausturlöndum. Við sjáum sko valdarán Vesturvelda og það hvernig þau hafa stöðugt verið að íhlutast með lýðræðislegan framgang í öllum þessum ríkjum, Íran, Írak, Afganistan og svo framvegis, vegna þess að það er olía sem að þeir verða að hafa yfirráð yfir. Það er eina ástæðan fyrir tilvist Ísraelsríkis. Það hefur eiginlega ekkert með helförina eða heimsstyrjöldina eða neitt annað að gera. Þetta var til þess að ná yfirráðum yfir stærstu olíuauðlindum í heimi. Það er ástæðan fyrir því að þeir eru núna að klára að þurrka út Palestínubúa út af landsvæðinu sem áður var kallað Palestína til þess að fullnusta yfirráð sín yfir þessu svæði. Og eins og forseti Bandaríkjanna sagði einhvern veginn upp á 1980 þá sagði hann að ef að Ísrael væri ekki til þá þyrftu að búa það til vegna þess að þarna erum við með sína bækistöð til þess að stjórna landsvæðinu og öllum Miðausturlöndum. Það er náttúrulega ótrúlega, það er svo lítil framleiðsla í Ísrael, þetta er hátækni samfélag en ég nefndi þetta aldrei aftur af því að þá var átti lærdómur að vera að sá að heimsbyggðin gæti ekki staðið hjá og hort upp á þjóðarmorð. En núna kýs heimsbyggðin að gera það. Já. Og hvað hefur breyst eitthvað? Já, ég aldrei aftur, sko, ég man eftir því að þegar ég var bara unglingur í sveit, Norðurlandi, og las ég ég lifi eftir Martin Gray, já, sem að margir örugglega gerðu á minni kynslóð, sem var náttúrulega einhver svakaleg svona frásögn af ungum pilti sem að missir alla sína fjölskyldu og fyrir gegnum útrýmingarbúðir og þannig ég hef alltaf upplifað mikla hluttekningu með gyðingum í seinni heimsstyrjöldinni og því sem að þarna gerist og og síðan er bara ekki hægt að horfa á það sem er að gerast á Gaza núna öðruvísi en sem nákvæmlega sama hlutin og þeim var gert. Menna þetta er bara þjóðarmorð, þetta er þjóðarnishreinsanir sem þarna er í gangi. Þetta er svo langt yfir strikið, þetta er svo svakaleg grimmt, þetta beinist að bara börnum, kornabörnum, sko, það er engu eirt. Þannig að auðvitað upplifum maður sig ákveðin svona vanmáttugan gagnvart því, en það minnsta sem maður getur gert er að kalla þetta það sem þetta er. Mér finnst líka mjög mikilvægt að fólk aðgreini gyðingdóm annars vegar og síjónisma hins vegar. Því að við horfum upp á gyðinga víðsvegar heim er að andmæla framgangi Ísraels. En svo Gabor Mate sem talar áfallastreitu. Til dæmis Gabor Mate. Og hann er gyðingur, hann fæðist í Ungverjalandi í seinni heimsstyrjöldinni og hann segir, þetta er Ísraels fólk og gyðingar þarna eru svo traumatiseruð og þau eru inn í triggeringu og þau ráða ekki við. En þau líka náttúrulega hafa búið við 75 ár af innrætingu þar sem er að segja að þau séu Guðs útvalda þjóð þau í þetta land skilið. Við sjáum líka, ég vil bæta einu við sjáum líka orthodox gyðinga í Ísrael sem eru að vera fyrir ofbeldi vegna þess að þeir eru að andmæla stríðinu og þjóðamálinu. Það er verið að sitja það er verið að njósna þetta fólk, það er verið að þegar þau eru að mótmæla á götum úti, þá eru þau beitt ofbeldi á lögreglunni, þannig að við sjáum líka. Það er mjög mikil gyðinga andúð að rísa upp í Englandi, Bandaríkjunum. Ég þekki mann sem er blaðamaður í Englandi sem er gyðingur. Sorry, við segjum gyðinga andúð, en við verðum að aðskilja en myndum við segja að í seinni heimsstyrjöldinni væri að rísa upp mikil nasista andúð, skilur við? Þetta eru gyðingar bara í Englandi, þetta er ótengt með Miðausturlöndum, þetta er bara rótgróið. Ástæðan fyrir þessari andúð er að Ísraelsríki er að ástunda þjóðamorð. Já, en það hafa líka alveg verið þjóðamorð annars staðar, þar sem við verðum ekki svona reiðir. Það gerir það eðlilega vegna þess að við höfum aldrei horft upp á þjóðamorð í beinni útsendingu. Ég er að horfa upp á dáin og sundursprengbörn daglega í símanum mínum. Það er það sem ég er að reyna, það sem að viðbrögðin okkar við því er að við herðum útlendingalögin til þess að við tökum ekki á móti þessu fólki. Er það ekki
Við erum að gera það, ekki? Það er bara Það er það sem við erum að læra af sögunni hvernig Við erum að hækka girðinguna. Já, Algjörlega. Það er að vera að breyta. Alveg klárt. Það er átakanlegt að vera vitna. ég minnst það. Jákvætt í vikunni samt að ég sá að Ásmundur Einar Daðarsson var úti í Jórdaníu þar sem var ráðstefna mannúðaráðstof á Gaza og þar tilkynnti það að Íslenska ríki ætla að hækka sinn stuðning 100 milljónir og lagði sérstaklega áherslu á uppbyggingu í þágu barna þegar stríðin líkur ef það vonandi einhvern tímann gerir það. Sko 100 milljónir á sama tíma og við ætlum að setja 600 milljarða í að búa til fangabúðir fyrir útlendingar sem eru að koma hingað til þess að geta geymt á þar fjarri mannlegu samfélagi meðan við býðum eftir að henda þeim á landi. 600 milljarða. Það voru 100 milljónir bara brandari, sorry, sko. Auðvitað mig vel að kannski gera betur, en mér varst það samt jákvætt og svona ítreka algjör síndamennska úr propósum. Mér varst samt þetta jákvætt að vera hérna og var svona lagt áherslu á Gætum við farið í einhverja jákvæða? Ég ætlaði að fara hérna niður á Austurvöll, það voru mótmæli og lögga var að spreyja svona piparúða aftur, nýbúin að því. Nú var okkur sagt að þetta væri svona mildar útgáfa. Piparúði í light, fjórðungurinn af því sem var áður. Og það hefur líka komið fram í frétt að Víkingasveitin, hún gætir Bjarna Ben. Það sendi mér eitthvað post, ég veit ekki hvort þessi satt eða ekki, að Bjarni Ben hefði verið að spila golf út á Nesi með Víkingasveit með sér. Ég var út á Nesi í morgun að kíkja golfurinn mitt, sko, ég sá hann ekki. Já, það er náttúrulega... Þessi átök sem eru ráðherrarnir vilja komast í þinghúsið eða á ríkisstjórnarfund og það eru mótmæli fyrir utan, lögga með piparúða, hvað er þetta? Já, þetta byrjar náttúrulega þarna á ríkisstjórnarfundunum þegar það er tekin ákvörðun að keyra í gegnum hóp mótmælenda frekar en að fara keyra aðra götu þar sem voru engin mótmælendur. Og þá kemur óeinkennisklæddur lögreglumaður sem að ég hef heyrt að er sem sagt í þessu lífvarðateymi Bjarna Ben og Bjarni Ben var ekki eins og landinu þannig að hann var þarna bara sér sjálfum til skemmtunar og hann gefur þessa skipun að meisa mótmælendur og svo það hérna krakkarnir að hann hefði gert svona til þess að segja að þetta byrja að spruta og fyrst og fremst náttúrulega voru það úða á mótmælendur eftir að ráðherrabílarnir eru farnir framhjá sjálfum til skemmtunar og ég set spurningamerki við það að því að fyrir nokkrum árum hætti lögreglan sem sagt að krefjast grindaprófs í inngöngu í lögregluskólan vegna þess að það bara þeim voru ekki að ná að fylla kvótan sinn Var grindapróf áður? Já, en það er ekki lengur þannig að núna komast allir dyraverðinir inn sem að komast ekki áður og þannig ég set ákveðið spurningamerki við það þegar við erum að setja vopn í hendurnar á borgurum sem að þeir meiga lögum samkvæmt beita gegn almennum borgurum. Og ég nota sína skynsemi. Hvort það sé ekki sniðugt að fólk sé yfir 100 í grindavísitölu ef við erum að vopna þessa einstaklinga og þeir þurfa jafnvel að taka eitthvað svona samkennda próf til þess bara að vera vissir að þeir sé ekki... Það vantar nú ekki í grindina í Hannibal Lecter, sko, þannig að það er ekki alltaf allt fengið með grindinni. Kannski taka undir það að lögreglumenn sé ógreindir. Það er ekki það sem ég er að segja. Þú ert að segja það einhverju kannski sé undir greind. Ég er bara að segja af hverju þurftu þeir að fella þetta grindapróf úr. Ég veit ekki það en ég held að samt sko mikilvægt réttur lýðræðisríkja að mótmæla og hérna við verðum að vera það jafnvel þó að það sé trublandi fyrir þingmenn en ég veit að þannig að mótmæli þarf að fara hérna fram innan ramma lagana. Ég ætla ekki að dæma þessi mótmæli, ég var ekki þarna, ég hef ekki séð þessu upptökur þannig ég get ekki dæmt það en auðvitað finnst mér að svolítið alvarlegt ef það er þannig að það fólk er að hóta lögreglumönnum og hafa upp á heimilið þeirra og fjölskyldum þeirra eins og hefur verið að koma fram í fréttum ef fólk hefur eitthvað út að segja á starf lögreglunar þá verðum við náttúrulega að fara með það til gerðar nefndar sem hefur eftirlit með störfum lögreglu. Það voru ykkur 2 einstaklingar sem eru að hóta lögreglunni. Sko ég hef verið að skrifa pistla og mæti í fjölmiðla og svona. Ég fengi fleiri hótanir heldur en þessi lögregluþjónar. Ég er ekki að fara með það í fjölmiðla og segja að það sé stærra vandamál heldur en að ráðist sér gegn friðsælum mótmælendum með ofbeldi. Þetta var það þannig að myndirnar sem að birtust af þessu voru mjög sjokkerandi og virtist spennast til þess að menn hefur bara mist fullkomlega stjórn á sér og sjálfur, og það sem að held að lögreglan verða að átta sig á sko er að þetta er 100% réttur og þau þurfa bara einfallega að virða hann og koma fram við sko mótmælendur af virðingu fyrir sko lýðræðinu og það var nýlega bara dæmdur ungur lögreglumaður fyrir ofbeldi og í dómnum stóð einmitt réttilega, hann hefði mist stjórn á sér við erfiðar aðstæður
og það getur komið fyrir Já, allt getur Þetta gerst. er ekki þannig. En það sem að ég vil segja, það sem að Róbert, þetta er alls ekki þannig. Já, nei, ég er ekki að segja eins og hann hefur bara upplifað sig aðþrengdan og gripið til ykkur ofbeldis. Ég er ekki að segja það, myndum, ég er ekki að segja það þetta þarna. Mjög yfirvegað. Á ég krakka sem að voru þarna og ég fengið bara frá fyrstu hendi lýsingar á því sem að þarna gerist. Og það er gott að þetta verður rannsakað. Vegna þess að ég er alveg sannfærður það að þarna var farið langt yfir strikið. En það er eins og löggan og dómsmálandi vil ekki alveg viðurkenna það. Dómsmálar voru stökk fram og sagði að þetta væri bara lýstið við stuðningi við þetta sem er mjög skrítið eftir að orta á þessar myndir hvernig henni dettur það í hug. Og svo náttúrulega núna síðast þegar þeir eru að úða fólk sem bara stendur fyrir fram dómkirkjuna. Þetta er ekki eins og fólki sem er að henda, hvað var það, matarlit eða eitthvað. Heldur eru þið bara að dunda sig þarna við að úða fólk og alltaf verður til þess að ryðja fyrir einhverja ráðherrabíla. Að það megi bara beita fólk ofbeldi til þess að ráðherrarnir þurfi ekki að vera seinir hérna í kaffibóðu eða hvert sem anskotan sem Þetta verður náttúrulega að gera ríka kröfur um það að lögreglan fylgir stjórnsýslulögum og meðalhófi og ég treysti því að þessar nefndir fari yfir þetta og þetta verður þá leitt til lykta. Þetta er það ekki gott ef fólk, ef það er þannig að lögreglan er að misbita vald en ég ætla ekki að dæma það. Það má bara á Íslandi. Þú mátt vera fyrir fólki á þess að verða fyrir ofbeldi. Þú mátt tefja fólk alveg bara eins og þið fokkin dettur í hug á þess að verða fyrir ofbeldi. Hvað heitir þetta? Frjálsréttur? En er þetta ekki varðandi að því að þetta tengist Palestínu? Er ekki viðbrögð lögreglunar og svolítið stjórnvalda lituð af því að það er svo ráðherrarnir upplifa ykkur svona mikla ógn, að bara þeir sjá palestíska fánan að þá upplifir það bara eins og ógn. Að sjálfsögðu þegar við sjáum þetta ekki sem frelsisbaráttu fólks sem er í hans flokkurinn með Líkúd-flokk Netanyahu í svona hægri bandalagi þar sem allra verstu hægri flokkar í heiminum eru saman að hittast og fá sér konjak. Þá sjáum við það þegar hann mætir í fjölmiðlu og er að tjá sig eitthvað Palestínudeiluna, þá er það alltaf út frá sjónarhóli síónista. Eins og núna síðast þegar Hamas skutu nokkrum raketum, nokkrum ílum yfir vegginn og ég man ekki hvað var það, 400 mann sem voru drepnir á einu bretti, þá segir þetta sé að sjálfsögðu eðlilegt viðbragð við loftflauga árásum Hamas. Sem að ekki einu sinni Netanyahu sjálfur gekk svo langt að segja það. Hann sagði þetta voru mistök, þessi sprengir átti ekki að falla þarna. En Bjarni Ben segir, jú, þetta er bara allt eins og þetta, nákvæmlega eins og þetta á að vera. Þannig að hans afstaða birtist í viðbröðum lögreglu við mótmælendum þegar fólk er að krefjast þess að ríkisstjórnin kalli þjóðarmorð. Það var haldið, nú ætla ég að taka upp léttara hér. Það var haldið upp á í Ráðhúsinu að það eru 30 ár frá valdatökur Reykjavíkurlistans. Það er ekki skemmtilegt. Reykjavíkurlistan. Ég var hana ekki þér. Þetta var skemmtileg. Bara gaman einhvern veginn. Þú varst ekki fædd? Ég var ekki fædd. Ég var ekki svona hugmynd þegar þessi Reykjavíkurlisti var stofnaður. Þannig að mér fannst rosa gaman að mæti Ráðhúsið og fá að kynnast þessari merku sögu og svona arfleið Reykjavíkurlistans. Mikil arfleið. Þú veist með einsettir skólar sem að þau koma á og Sigrún Magnúsdóttir kannski fremst í fararbróti þar og leikskólakerfi eins og við þekkjum það í dag. Það var eina afrek og stæðsta afrek R-listans, það var leikskólanir. Róbert var næstu því, þú ert ekki svona rösku kynslóðin sem var þarna á þessum tíma, svona snemma á 10. áratugum? 94 var ég starfsmaður Alþýðubandalagsins. Já. Mikil svona, þetta var stórkostlegur. Ég var íst vanninn á skrifstofu Alþýðubandalagsins á Laugavegi 3 og sáum utankjörfundaratkvæði og var settur í sérstakann hóp sem var með Álfheiði Ingadóttur og Kristni Guðmundsinni sem er pabbi hennar Ilmar. Og við sáum utankjörfundaratkvæði svona umsjón fyrir Reykjavíkurlistan. Þannig að ég var þarna mikið upp í biskupsstofu húsinu þarna og var legulega við þar sem kosningarskrifstofan var og upplifði þetta sem bara mikinn persónulegan sigur. Já, þó ég hafi verið bara svona, fótgönguliði í þessu og fellda Sjálfstæðisflokki. Gangverki öllu. Já, vegna þess að þarna var Sjálfstæðisflokkun bara eitthvað eins og það fekk 60% óvinnandi víi í íslenskri pólitík og einhvern veginn sá maður fyrir sér að þetta myndi aldrei breytast og þetta yrði alltaf svona og núna þegar þau eru þegar Sjálfstæðisflokkurinn er
í svona einhverjum 17-18% þá bara á landsvísu. þá gleðst þessi ungi maður finna hann í sér. Ekki það að ég sé óvinnur Sjálfstæðisflokksins, ég á marga vinni þar núna í dag sko og ég er mjög ósammála þeim pólitík og og þetta var mjög óhörpult ástand og var búið að vera mjög lengi og sem betur fer komin ekki auglistinn og gerði margt gott. Ég tengi ekkert sérstaklega þetta en ég man þegar meirihluti féll 78 og það bara Reykjavík breyttist. Það var svo voraði bara í Reykjavík. Það var allt í einu mátt í alls konar hluti, það var bara fleiri litir og það var skemmtilegra einhvern veginn. Ég var náttúrulega 78, þá var ég 17 ára, það var náttúrulega frábær aldur. En það var ótrúlega svona loki lyft af Reykjavík þegar við losnuðum við þetta þar sem þegar við setjum við völd í 50 ára eða eitthvað. Það var stórkostlegur tími, 78. Kannski fá að sjá þetta einhvern tímann í landspólitíkinni. Ég var beðinn núna í byrjun vikunar að koma og spila á gítar í þessu partí í gær. Ég gat það því mér ekki út og ég var með fólk á fjöllum í gær og þannig ég sagði ekki kemst því mér ekki en þá komst ég að því að þau höfðu beðið Guðmund Steingrímsson að koma fyrst á undan mér sem að komst ekki heldur sem er ákveðið áfall sem að ég er ennþá að gema við. Endaði kom enginn að spila á gítar sko. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. En Dagur Eggertsson hafði sem sagt hönd í baka með það að reyna að fá Guðmund í þetta. Já, þeir voru saman eitthvað, Dagur skrifaði ævisögu föður Guðmundur. Já, Guðmundur var tíma aðstoðarmaður Dags þarna í. Já. Ég vann eins og með Guðmundi. Í 100 daga meirihlutanum sem sagt. Ég vann eins og með Guðmundi. Þá vorum við á Fréttablaðinu og við vorum alltaf að fagna því að við vorum alltaf að vinna mokkan í hverri einustu könnun. Og hann var alltaf með harmoniku undir borði. Þannig að hver skipti sem var unnið sigur að þá spilaði Guðmundur á harmonikuna. Og það var mjög góð stemming. Ef þið eru á sigurbraut, þá mæli ég með því að hafa Guðmund harmonikuna í liðinu. Herðu, en það var annað sem að var ég náði þessu ekki alveg, borgaraþing Reykjavíkur 0-6 ára. Já, við síðasta laugardag héldum við fyrsta borgaraþing Reykjavíkurborgar og umfjöllunarefni var sem sagt umhverfu aðstæður 0-6 ára og þar mættu 100 manns og börn og fjölskyldur og það sem var kannski mjög jákvætt að segja frá er að mikið innflytjendum mætti og tók þátt. Við lögum sérstaklega áherslu á að fá þau og þau skiluðu sér og gaman að fá að heyra þeirra sjónum á þannig málflokk og áskorunir sem eru aðeins öðruvísi en kannski hjá okkur Íslendingunum sem erum borin og batsvætt hér og tölum íslensku. Hvernig vil 0-6 ára borgin þróist? Sko, það sem við erum núna að gera er svolítið að marka stefnumótun þennan málflokk af því að við sjáum það að það er byrjast í leikskóla, við sjáum að fólk er ósátt við þennan málflokk og þetta borgarþing var hluti af því samráði sem við erum að standa að og erum með samráðsvef líka opinn og fjöldi fólks hefur skilað þar inn. En það sem kom kannski helst upp úr þessu þingi er að fólki auðvitað vill stytta biðlistann í leikskólan en svo er líka fólk vill bæta hljóðvist í leikskóla, vill öðruvísi mat í leikskólanum og ýmis önnur mál, fólk vill leikvöll í hverfin, þannig að það er margt svona sem að fólk er að hugsa til, það er ekki bara biðlistin þó að það sé oftast í fréttunum og svo kannski innflytjendur er sérstaklega svona hafa ágjörð því að þau fá ekki upplýsingarnar og þau vilja helst að bara upplýsingagjöfin sé miklu betur þegar þau koma til landsins en að þegar þau fá dvalarleyfi í Útlendingastofnun þá fá upplýsingar leikskóla því að sum þeirra vissi ekki svona að hér væru leikskólar. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að taka til okkar. Og kannski meira pláss, ég tala með Hörður Svavarsson, ég veit ekki hvort þið þekkið það, hann hefur gert svona rannsóknir á því að það er svo lítið pláss í leikskólanum að það er, ég sé orðið innan við 2 fermetrar á barn sem er og þá er ekki talið starfsfólkið eða og það var líka talið plássið undir borðinu þar sem að krakkarnir borða. Þetta er það sem við erum aðeins verið að breyta og svona fækka börnum per starfsfólk en að bæta starfsaðstöðunar og þetta er einmitt það sem við erum að horfa til og skipta rýmunum niður og að hólfa niður til þess að minnka hávaða og annað. En þetta er svona jákvætt skref sem að ég allan jákvæð frétt því að vantaði kannski aðeins meira jákvæð. Má ég koma til að frétt? Af frétt? Ég er nefnilega held að Bragi áttu ekki börn sem eru 6 ára og yngri. Ég á 4 ára strák sem er á leikskóla. Öldukoti. Frábær leikskóli. Upp Öldugötu? Öldukoti, já, Öldukoti. Bak við Landakot. Frábær leikskóli. Já, ég er að vinna upp á Landakot. Hvernig vil hann að borgið þróast?
Sko, hann hefur ekki mikla skoðun á borgarmálum. Hann hefur töluverða skoðun á matamálum. Það einmitt verið að kjósa alltaf í leikskólanum öðru hvoru hvað ég að vera í matinn. Og hann mikill pulsukall, mikið að kjósa pulsuflokkinn. Og það er svona stærsta kosningamáli hjá honum, kannski. Og kemur að stundum heim eftir að hafa sigrað kosningarnar og stundum að hafa tapað. Já, svo hefur verið að kjósa eftirrétti og ímislegt svona, þetta mjög skemmtilegt, sko. Svona barnalýðræði, þetta gaman að heyra. Já, gefa börnunum svona þá tálsýna lýðræðið geti raunverulega breyta ykkur, sko. Þetta náttúrulega lýðræðið að fá ráða hverju matinn. Alveg 100%. Það er rosalegt að fara í gegnum all æskun og aldrei ráða hverju matinn. Já, það er grjótart, sko. Mér finnst þetta rétt. Ég flutti þingsályktun á sínum tíma þegar ég var í þinginu það að halda alltaf svona gervikosningar eða kosningar ungs fólks meðfram alþingiskosningu. Það er gert. Já, þannig að það var ekki upp úr minni tillögu, þetta var bara hugmynd sem ég held líka bara, sko, Íslendingar, við elskum að kjósa. Já, ég held að það er bara mjög jákvæmt að ala fólk upp í því að maður mæti og noti sinn rétt, sko. Það er skylda að kjósa í Belgíu, hvað finnst ykkur það? Nei, alveg oflangt ekki. Já, það er ekki alveg líka þar, sko. Það er ekki þarfað hér þegar við sjáum kosningaþáttöku jafn mikla hann er hér sem betur fer. Býtu hver eru viðurlögin? Já. Ég veit ekki. Kannski ferðu bara ekki, ég veit ekki. Mátt ekki kjósa næst. Kannski ferðu ekki barnabændur eða eitthvað. Ég var kjörin í sveitarstjórninu í Ánneshreppi, þegar þar eru allir í framboði by default. Það var mjög áhugavert, sko. Og þú gast sagt þér frá að þú hefði verið í 12 ár eða, þú veist, eitthvað. Þannig að það var mjög áhugavert. Og þar gæti ég mætt og kosið og sagt, fyrirgefið, ég er ekki með skilríkja á mér. Og þá sagði Hrefna og Þórólfur og Ingólfur. Það er alltaf leiðileg minn. Við vitum alveg hver það er. Það var mjög fallegt, sko. En það auðvitað, bara því að varst að tala sko, ungmenni, mér svo mikilvægt að ungt fólk mitt fái áhrif og við eflum ungmennalýðræði, mér oft kannski stjórnmálafólk tala að við að hlusta ungt fólk en ekki hleypa til valda. En sjáu hvernig Halla Tómas náði unga fólkinu. Algjörlega. Ég hitti 2 stelpur á föstudeginum sem voru 13 og 16 og ég sagði, hver viltu að vera fórseti? Þessu báðar Halla Tómas. Það eru ekki heyrt að heima hjá sér. Ég sagði, hvernig gera hún þetta? Það er bara eitthvað TikTok og eitthvað, en hún náði því, sko. Mér finnst það alveg hygglust að við ættum að lækka kosningaaldurinn niður í 16. Ég skrifaði BR-gerðina mína í lagadeild lækkun kosningaaldurs og hvort við ættum að gera það út frá barnasáttmálum og niðurstaða mín var já, að þetta er hluti af þáttöku barna og sem vendað í barnasáttmálum. Sko þessi helvítis barnasáttmálum. Ég er mikill aðdáandi. Dóttir mín er alltaf að læra mann í grunnskóla, hún er 9 ára, sko. Og hún notar þetta sem vopn gegn okkur. Já, þegar hún bara... Þú vilt fá foreldrasáttmála. Þú verður náttúrulega, sko, komið með mótarökin, sko, að þú átt réttindi en líka skyldur í samfélaginu. Já, hún hlustar ekkert á það. Hún túlkar þetta bara eftir, hún er örugglega flottur lögfræðing. Hún segir bara, mér langar í kók með kvöldmatnum og ég segi, það er ekki búið. Þá segir hún, börn eiga rétt á mat og drykk. Næði og ég bara, það á ekki við kók, þú veist ekki, þú hefur aldrei lesið barnasáttmála. Ég veit ekki síðan hvernig kók var við hæfi, en það er okkur rök. Já, ég er reyndar á því að börn eiga að hafa kosningarétt. Já, og sumir vilja að kosningaréttur sé bara meðfæddur og foreldrarnir fara með umboðið þegar þú fæðist og svo fáir það þegar það líður fram og vart með þorskatillers. Fermgaldur? Það eru til dæmis, það eru samtök, svona foreldrasamtök í Þýskalandi sem eru með þetta á stjórnarskrásinni. Og ég held að gott að það var ekki amnesti í Bretlandi þannig að þessi umræði til, þá var til dæmis, eru þau með 2 börn. Já. Þá færu þið með 4 atkvæði sem er náttúrulega eðlilegt að þið hafið eitthvað þunga í lýðræðinu miðað við fjölda heimilismanna. Já, mér sko fundist það lengi að sko krakkar sem eru nýkonum með kosningarétt og eiga eftir að lifa í þessu samfélagi í 70-80 ár sem er nákvæmlega sama kosningarétt og fólk sem er á grafabakkanum. Sem maður getur bara kosið eins og þeim dettur í hug og þeir sem bara fara að klukka sig út. Mér finnst þetta er svona skipulagsmál að fólk sem er eldri en 60 að maður á aldrei að hlusta á hvað það er að segja hvort það vilja hafa þetta hús þarna eða þessa götu því það vil ekki lifa hana tíma. Erstu þá ekki dæma sjálf Ég er sko á því að eins og Japan eru með að hvetja eldra fólk til þess að hætta að keyra
og skila inn ökuskírteininu gegn því að mynda að fá skattaafslátt og ýmis fríðindi og kipis í almenningssamgöngur og svona að því að yfirleitt að ég verði eitthvað pirraður í umferðinni þá einhver mjög gráhærður jafnvel með hatt fyrir fram á mig. Og þú nýbúin að koma út og kókumröðinu við dóttur þína? Já, með barnasáttmála glymjandi í eyrunum sko. Og ég held að fólk ætti jafnvel að bjóða upp á að skila inn atkvæðaréttinu sín. Gegn því að fá eitthvað lækkaða leigu þetta er svona business við erum með aldurs var að vera x gamall þess að kjósa en það er ekkert aldurs hámark sko ætti bara að skoða það ég veit það ekki en ég hef ekki skýr afstöð til þess en þetta er áhugaður umræða þetta með börn hafi kosningarétt og þá er ég hugsa kannski barnafjölskyldur að ég held að til þess þegar ég fæddist að þá hafi barnafjölskyldur farið með ég reiknaði þetta einhvern tímann að þau fóru með sko eitthvað 30 eða svona þriðjungin af atkvæðunum en það er komið niður úr öllu valdi núna, það er komið eitthvað í 20% og þetta held ég að sé til þess ástæðan að sko kjör barnafjölskyldna hlutfallslega eru lakari núna þegar ég var ungur að þá voru eins og leikskólarnir voru settir á í jærlistunum með átaki það er vegna þess að það voru bara stórar þetta var barnafjölskyldunar foreldrakynslóðin var stór og öflug og hafði rödd á þeim tíma sem hún hefur miklu síður í dag og ég held að við séum allt of mikið að tala einhver mál eins og þú varst að nefna áðan eins og með húsaleigu bara svona sjálfsögð réttindamál þess að sem foreldrakynslóðunar sem í basli að þau komast ekki á borð stjórnmálana en þess að stjórnmálin ekkert svo mikið að horfa til þessa hóps En ég kannski, ef ég held að, þú getur tala að fólk hafa auki atkvæðavægi eftir hversu mörg börn það en það kannski skapar ákveðin áhættu að fólk eignist fullt af börnum til þess að fá atkvæðin atkvæðavægi. Ég held að frekar eftir að horfa til þess af hverju er ungt fólk á barninni aldrei ekki taka þátt í stjórnmálum. Hvernig getum við breytt stjórnmálum þannig að þau hendi ungu fólki sem á erfitt með að vinna innan umhverju stjórnmáluna því að þau eru tímafrek, þau eru á kvöldin, þau eru ekki fjölskylduvæn. Hvernig ætlum við að breyta þessu kerfi sem er ekki hannað fyrir ungt fjölskyldufólk til þess að við fáum þessa raddir inn, til þess að sjóna með þessu unga fólk sem er ungu börnin komið til skila inn í lýðræðislega. Já, en þess vegna held ég líka að það sem hluti af því sem við þurfum að fást við og gera er að gera stjórnmálin þannig að þau séu aðlaðandi fyrir fólk að koma að þeim og þá held ég að það skiptir mjög miklu máli að við tölum bara framkomu við hvort annað það hvernig við komum fram við fólk sem er á annari skoðun heldur en við þegar við erum held ég að öll sammála það að það sé æskilegt að það fari fram samtal að ólík sjónarmið komist upp á borðið og jafnvel að fólk með ólíka skoðanir geti komist að sameiginlegri niðurstöðu það er það sem að Katrín Jakobsdóttir var mjög flink í en henni er samt sem að refsað grimmilega fyrir það að vinna þvert yfir hið pólitíska borð. Það er ekki refsað fyrir það að hún náði litlum árangri við þetta fyrir sinn hóp. Fyrir sinn hóp, ég meina ef þú lítur á það sem bara pjúra hagsmunamál hennar kjósenda sem eru fólki sem er á bakvið hennar flokk að koma flokknum sem er mjög lítill í tvígang inn í ríkisstjórn út af fyrir sig er það rosalega góður árangur. Þú ferð inn í ríkisstjórn til þess að ná tilteknum árangri. Já, en það er ekki árangur í sjálfu sér. Það er ekki eins og hún nái engum árangri. Hún er ekki harmleikur Katrínar einmitt að hún var miklum árangri í jafnréttismálum og það er óumdeilt. En það mætti segja það að hennar harmleikur hafi verið að hún var árangurinn. Það að hún var forsætisráðherra var en samt sem það sem ég er að tala einfallega er ef að við nálgum stjórnmálum þannig að umræðan sé svo hatrömm að það er í raun og veru bara fólk sem er eftir í pólitíkinni sem er alveg sama hvað það er sagt. Það sem að gagnrýni skiptir það engu máli. Það sem að þá situr bara einfallega á endanum uppi með fólk sem eru bara narsisistar og ekosentrískir narsisistar sem ekkert býtur á út af því að þau eru fullkomlega samfærðu með eigið ágæti. En það náttúrulega er heilt yfir á heimsvísu er það yfirleitt narsisistar sem að sækjast í að starfa í stjórnmálum sem er alltaf einn af vandanum við stjórnmál er að í þetta sækist fólk sem vil ráða yfir öðrum sem vil bara kontrollera samfélaginu og hafa völd yfir öðru fólki. Það er stóri vandinn við lýðræðið. Ég bjó í Árneshreppi á Ströndum þegar Hvalárvirkjunarmálið hófst og það var sem sagt 2017 þá fer þetta af stað og þá setur sem sagt
Vestfjarðarstofu okkur inn í verkefni Brothættabyggðir til þess að hafa áhrif og ég og Valgeir og fleiri setjum málþing á stað á samtíma. Og svo verður þetta bara mjög hattur barátta þarna og þú veist, hann Gísli, hvað heitir hann? Pálma. Hann kemur þarna, hann vill stofna svona þjóðmenningagarð, þá ætla ég að nota titilinn eftir. Sigurður Gísli Pálmason. Já, og Óskar Magnússon og fleiri, það var svona alvöru lið þarna. Og svo kemst það nú ekki í gegn, en svo gerist það, þetta eru, þú veist, 50 manns á kjörskrá þarna, hvað svo leiðis. Mikið fólk sem býr annar staðar en með lögheimili. Svo gerist það allt inn á 20 mann sem flytja lögheimili sitt í Árneshrepp. Og það er bara gert í tölvun á Hagstofu. Bara veit enginn að því. Nema það er eftirlit hvort þetta sé að gerast. Og hvað sem þetta heitir Mannvirkjastofnun eða eitthvað, bendir á þetta í fjölmiðlum. Hann Kristinn fyrir vestan, hann setur þetta inn á vefinn og Bærens Bestu og segir hér er kosningasvindl í uppsiglingu. 17 manns hafa flutt lögheimili sitt í Árneshrepp til að hafa áhrif á gang kosningana. Þar á meðal eru Hrafn Jökulsson, dóttir hans og svo eitthvað svona myndlistafólk og fleira fólk. Það verður allt brjálað. Hrafn flytur lögheimili sitt norður. Hann á ekki að fá að flytja lögheimili sitt norður. Það er tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi og þau bara segja, þú veist, þetta fær Hrafn að flytja, dóttir hans býr hérna, sko. Og það gerist og ég er bara eitthvað að vinna og er hjá vinum mínum í Árnesi. Þá hringir síminn og Valgeir svarar og hann segir, nei, hún er ekki hér. Og svo kemur hann og segir, lögreglan er að leita þér í Árneshreppi. Hún keyrir á milljón, það fer út á sveitarstjórnarskrifstofu, oddviti sagði, ég held hún sé út í skóla hjá Vigdísi. Löggan ætli mig þangað. Þá er ég komin út í Árnes og svo hringjar hann í mig. Fyrir ekki að ég er út á lögheimilisskráningu. Hrafn Jökulsson hefur skráð lögheimili sitt í þína íbúð. Ég segi, já, það er ósköp eðlilegt, við höfum barn saman. Já, ég veit þetta er kannski ekki viðeigandi spurning, en deilið þið í sama rúmi? Og ég segi, nei, þið kemur það bara ekki við. Þannig að þetta gerðist, sko. Og þarna voru síðustu galdrabrenndan fyrir 350 ár. Bara. Og ég reifst við fyrrverandi oddvita Gunnstein Gíslason út af plani og ég segi, ef að þú heldur þessi í lagi að setja upp lista þetta með nöfnum, eins og nafni Hrafns, og það verði Nornaveiðar, og þetta gerist hérna í fyrradag, þá þarf þú að líti í eigin barm. Og við vorum alveg bara... En þetta er svolítið svona... Þetta er svolítið svona yfirstrikið, sko. Ég verð að segja, sko, þegar ég hætti í pólitík á sínum tíma, þá var það stórum hluta út af því að mér fannst starfið ekki skemmtilegt og mér fannst ég heldur ekki droslega skemmtilegur. Og þetta hefur einhvern veginn þau áhrif á mann að maður verður ekki skemmtilegur að vera í þessu umhverfi. Það er leiðilegt að segja það Magni að gná, það verður engin betri að vera pólitík. En manni fannst líka á köflum eins og það væri bara einstaklingar þarna sem væru með leiðindum að reyna að hrekja mann í burtu með því að vera bara leiðileg. Og það þetta alveg gersamlega ótækt. En voru það ekki samherjaræðinir frekar heldur en andstæðingar? Nei, það er svona, nei, alls ekki. Það er alltaf öðruvísi átök sem að eiga sér stað innan flokka heldur en eru svona milliflokka. Og þetta var ástandið í þinginu og í samfélaginu upp úr hruni, frá 2009 til 2013, þarna fyrra kjörtímabili sem að ég satt, var þannig að maður var að koma inn og í tvígang var maður bara grýttur, sko, á leiðinni frá Dómkirkjunni yfir í þing, sko, með eggjum, lyklum og klinki, maður bara fekk þetta í sig. Er fólk að henda lyklunum sínum? Það voru lyklarnir þeirra, sko. Þetta er þetta dálítið erfitt tímabil, sko, en og heftin var mjög mikil, en ég hef líka verið svona áhuga maður pólitík í löndunum kringum okkur. Og mér finnst við vera svona óþarflega heiftúðug. Og mér finnst einmitt að bara almennu viðleitni okkar, það er alveg auðvitað rétt, sko, að það er ákveðin tegund af fólki sem sækist eftir að vera í pólitík og vera ábyrgandi og það eru mismunandi hvatir sem að liggja þar að baki og kannski ekki alltaf bara heilbrigt, sko, svona heilbrigt sjónarmið.
En við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að þetta er kerfi sem við erum með og við þurfum að fá fólk til þess að bjóða sig fram í þetta og það er jákvætt ef fólk gerir það. Og ég átti samtali við ágætis vin minn daginn og við erum búin að sættast eftir það hræðilega samtal sem áttum þessar forsetakosningar, þar sem hann segir, þú ert auðvitað bara tengt þetta því að hafa verið þarna sjálfur, sko. Og varst á spenanum og ég náttúrulega tók þessu ekki mjög vel út af því að ég upplifði svo sannarlega ekki það að ég sé einhvern veginn hafi svert mig af því að hafa tekið þátt í pólitík eða ég hafi verið á okkur spena. Ég einfallega bauð mig fram, fólk kaus mig og ég sat í ákveðin tíma og hætti síðan. En við sjáum bara afleiðingarnar af því að þetta er gert mjög svona óaðlaðandi og dýrt að taka þátt í pólitík í Bandaríkjunum. Það sem við erum með alveg bara gríðarlega gamla öldungadeildarþing og fulltrúadeild þar sem er ótrúlega gamalt fólk sem ég hef ekkert á móti að sé í pólitík og svakalega ríkt fólk og ef þú ert ekki í þessum hópi þá bara kemst ekki að og samfélagið er bara lamað. Það sjáum við þennan opaslega eitraða kokteil þar sem þú ert búin að blanda saman kapitalisma og fulltrúalýðræði þar sem að þessi kjörnu fulltrúar eru mikið til á launaskrá hjá alls konar þrýstihópum og fyrirtækjum til sem að skila inn til þeirra lagafrumvörðum sem að þeir stimpla í gegn. Þá ertu náttúrulega með fulltrúa, kjörna fulltrúa sem er ekki að starfa fyrir fólki sem er að kjósa það, heldur að starfa fyrir hagsmuni. Ég er með 3 stúlkur frá Bandaríkjunum í gistingu daginn, 19 ára, frá Colorado og fórum að tala kosningarnar og ég sagði, hvernig líður ykkur að vera hluta þjóð, 350 milljónir, hvað sem eru, stórkostlegt fólk upp til hópa, gríðarlega fallegt land, að þessi 2 menn séu í framboði. Bara, þetta þeir 2? Og þessi, við getum ekki einu sinni talað þetta. Það eru bara algjöru vonleysi, sko. Ég náttúrulega, síðast þegar ég kom inn og þá var ég að tala lottóræðið sem að ég er mjög spenntur fyrir að geti verið lausn á alls konar göllum fulltrúalýðræðisins sem er þá bara þannig að slembi úrtak úr þjóðskrá starfi sem alþingisfólk í bara 63 einstaklingar í 4 ár af því að þá hefur engan hvata af því að kjörnir fulltrúar hafa svo mikið hvata til þess að annars vegar segja ósatt hvað þau eru að gera, hins vegar setja á svið alls konar leikrit til þess að framlengja starfi sínu við völdin og vera með alls konar sýndamennsku og vitleysu og einmitt þetta innanflokks kjaftæði sem er í gangi og einhverju stólaskipti og fjölgastólum og fækkastólum og allt þetta, öll þessi della sem þjónar engum nema þessum einstaklingum sem ákveða hversu há launu séu með, sem ákveða hvenær þau fara í sumafrí og sem það er enginn sem starfa svona. Þannig að í lottóræðinu þá eru engan hvata til þess að ljúga af því að eftir 4 ár þá er bara þínu tímabilið lokið og þú getur bara farið aftur til fyrir starfa eða gert hvað sem þessu. Hvað segir þið? Þetta myndir náttúrulega því að bara gera breytingu okkar þjóðfélags eða stjórnskipan en þetta er áður pælingir almennt mjög hlut fulltrúalýðræði. En ég sjáðu til þegar við fórum á stað í stjórnarskrárferðinu á sín tíma og ég var nú formaður allsherjarnefndar þegar þetta var gert og þá heldum við þjóðfund sem var svona slempi þjóðfundur yfir maður rétt og það var hann sem lagði upp grunninn sem að síðan stjórnlega þingið átt að vinna úr og útkoman sem að kom úr því var bara ótrúlega fín. Já, geggjuð sko. Og fólk sem var á þeim fundi, það hefur komið bara, svöld fólk sem hefur komið hingað á rauðaborðinu, reyndist það að vera á þessu fundi. Og það lýst fundinu sem einhverju stórkostlega. Já, það var bara sem að því að við erum að tala hvað pólitíkin er ógeðsleg og anstækileg en þessu leiti þá lýsti fólk þessu sem einhverju stórkostlegu og hafði svona trú á því að það væri einhverja dagrenningu á nýjum tíma og fólk er bara almennilegt og gott. Það er bara almennilegt og gott en í stjórnmáli það er bara svo spillandi af því þú ert alltaf að hugsa þína líka bara persónuna sem að sækjast í það lögfræðingar eiga óhemju marga fulltrúa á Alþingi miðað við svona prósentuna sem þeir eru af almenning sko. Pappi minn er bara lögfræðingur og skákmaður. Ég er ekki að segja að lögfræðingar séu vondir en þú veist, við ættum ekki að hafa 30 dýralækna á þingi eða Ég er að fara að skrifa mastersverkefni þetta, byggt á kenningu heimspekings og svona neuroscientist sem heitir Ian McGilchrist og hann fjallar sérstaklega vinstra og hægra heilakvælskenninguna og að sem kúltúr höfum tekið það vitlausa skref að gera vinstra heilakvæli sem hefur bara ákveðna funksjón að master.
hægra heilahvelið sem er þess að tengingar, fegurð, kærleikur, gildi. Það En er það ekki að koma tíminn þá, sá tíma að koma núna? Við þurfum að vinna í Er ekki hægra heilahvelið að... Við erum að vinna í þessu, Þessum við erum að tala En ef maður aðeins spóla tilbaka því að við erum að ræða stjórnmálin sem eru auðvitað bara mannanna verk og ef okkur finnst stjórnmálin ekki endurspegla þjóðfélagi þá getum við breytt því og það er það sem við verðum að gera. Við getum það ekki endilega vegna þess að þeir sem að halda stjórnartaumana ráða því hvort að þeir vilji sleppa tökunum og segja valdakultúrin, mafían sem ég tilheyri vill ekki stjórna lengur. Þetta er kannski hvatning til stjórnmálana að taka til sín að til dæmis gera vinnustæðan fjölskylduvænni þannig að við fáum ungt fólk, þannig að við fáum fólk úr ólíkur stjættum inn í þetta. Kerfi getur ekki lagfært sjálft sig, sko. Það er bara... Ég ætla að vera ósamlegar þarna og við höfum verið í borgarstjórn sérstaklega að huga því að breyta umhverfinu til þess að ungt fólk taki þátt og gera fjölskylduvænna þannig að fleiri sjái sig fært að starfa í þessu umhverfi. Þannig ég ætla að vera ósamlega því að kerfi get ekki breytt sig. Við sjáum bestu stjórnendur í bæði pólitík og bara fólk sem að kæri sig ekkert að stjórna, sem bara hent í þetta hlutverk. En þú segir Platón og heimspekingar ætti að vera þarna. Þeir eru að hugsa allt annað. Og ég ætla líka að vera flest fólk sem fer í stjórnmál er þar að því að vil gera gagn fyrir samfélagið. Af því ég unni mig mikið af fólki sem er stjórnmálum og það er bara mín upplifun. Rithöfundar eru rosalega mikið að spá í að breyta heiminum. Ég er ekkert að segja stjórnmálamenn sé einu sem er að sjá að breyta heiminum. Við erum með rithöfund og heimspekingu og alls konar fólk, en flest fólk sem fer í stjórnmál það er að gera heilum hug af því að það vill gera eitthvað gott fyrir samfélagið. Við getum svo verið ósammála skoðanir þeirra, en flest fer þarna af því að það vill vinna í þágu. Þetta var eins og Tom Waits sagði, I like you individually but not as a group. Já, við erum frábærir Íslendingar sem einstaklingar en við erum alveg glötuð sem hópur. Herðu, við höfum þetta tækifæri á þessu í forsetakosningunum, fólki sem skráði sig óvart til söfnunar á meðmælendum. Við hefum getað gert einn af þeim að forseta, eitthvað sem var óvart. Já. Ég var þarna í bakið við erum að tala um samfélagið og tíminn líður. En það vill svo til að þessa viku, eins og margar aðrar, þá gætum við verið að tala um brennivínum búðir. Netsölu áfengis. Já. Sem að virðist vera þannig að sjálfstæðisflokkurinn sé einhvern veginn að náði að koma brennivín í búðir með svona, hvað heitir þetta? Bakdýramegin, með því svona vanrækslu af því að gera eitthvað, að það sé raunverulega ekki sem banni beint netsölu, það var ekki í áfengislóðunum. Þetta sýnir bara að við höldum að það hafa lagakerfi sem merkjum siðmenningu. En það er akkurat merkjum hnignun siðmenningar, að við þurfum að setja lög til að halda einhverjum reglum á milli okkar. Þegar við vorum siðasamfélag, þá þurftum við ekki lög. Þegar var hrun mórals, þá setjum við lög til að halda þessu skefju. Þetta er nefnilega alveg öfugt. En verður ekki að fara eftir lögum? Við erum alltaf að gera það, en þau skarast á, þau eru mótsagnarkennd. Það er nýbúið að afnema lögum með drepa baska. Evrópulöggjöf sem heimilar netsölu áfengis og það er fólk sem stundar þessi viðskipti og kannski farið fram hjá þessum íslensku lögum og verið með aðsetur annar staðar og að flytja inn. Að það er svona kannski stóri spurningin hérna, en ég held að þessi umræða snúist kannski ekki endilega þessar bréfaskeytingar ráðherra sem hafa verið heldur frekar við hefum eftir að taka þetta samtal viljum við áfengi í netverslunum af því að núna er það... Það eru komnar í netverslunum. Það eru það, en ég menna við hefum eftir að ákveða, mér finnst þess að þingi þurfi einhvern veginn að ræða það. Þetta er byrjað Það er ekkert of seint að ræða það. Þjóðin getur ekki komið sér saman þetta mál. Við erum bara sumál, er bara ekki hægt. Ég skil alveg bæði sjónum með, við erum að tala auka aðgengi sem er jákvætt kannski fyrir landsbyggðina sem fara auka aðgengi á áfengi. Við erum með póstsendingu út á land. Já, sem er ákveðin netverslun í raun og veru og svo ertu með auka aðgengi sem hefur áhrif á lýðheilsu, þannig að maður svona skilur bæði sjónamið í þessu máli en þetta er eitthvað sem við múttum að gera upp. Þínir menn, þeir hafa eiginlega tekið að sér að andmæla þessu. Já, og það hefur verið stefnað Framsóknar að vera ekki með áfengi í búðum, en það er auðvitað umdeilt eins og margt annað. VG hefur sagað þrátt fyrir að það sé svona, það er ákveðin þráður úr VG yfir í Alþýðubandalagið, yfir í verkalýðsforustuna og hreyfinguna fyrri hluta síðustu aldar sem hefur alltaf verið á móti þessu. Já. Og líka, og sem að eftir því sem tíminn líður, bara sýnt fram á er réttlætanlegt. Að aukið aðgengi er bara gríðarlega slæmt fyrir lýðheilsu fólks, er bara eykur ofbeldi, eykur löggæslukostnað, eykur heilsugæslukostnað, gríðarlega
gamaldags og fáránlegt mál að vera að hugsa það núna að reyna að auka aðgengi fólks og almennings að áfengi. En svo spurning hvort við náum þeim markmið með fræðslu og forvörnum eða hvort aðgengi sé eina, það alltaf margir faktorar sem eru í spilaefninu. Bretar gerðu stóra rannsók sem hún tók 75 ár þar sem fylgdu fólki frá fæðingu. Einmitt magnað. Alls konar áhugaverðar niðurstöður sem kom út úr þessu. Ein af stóru niðurstöðunum var að alkohólismi og mikil áfengisdrykkja væri eitt mesta þjóðfélagsböl sem að til væri í Bretlandi. Bara hræðilegt. Ég ólst sjálfur upp í alkohólisma og hafði ekki gaman að því og ekki gott að því. Nei, ég þekki það. Og við sjáum það bara í öllum ríkjum þar sem aðgengi að áfengi er aukið. Það eykst drykkja mjög mikið og öll vandamálin sem fylgja drykkjunni. Þannig að ég held að það ekki þetta deilt. Nei, ég held að þetta sé bara spurning sem þá einmitt eins og þú segir bara, eru við til í öll vandamálin sem fylgja þessu? Er hagræðingin að geta panta sér, hvað segja íslenski landasalar til dæmis? Eru þeir eitthvað búin að tjá sig málið? Af því að þetta hlýtur að vera gríðarlegt högg fyrir þeirra atvinnuréttindi. Þeirra hagsmunaaðila. En svo heyrir maður líka, það er ekki bara þessi netverslun áfengis, af því að þú ert að vera með rafræn skilríki til þess að kaupa þar inni, en svo erum við bara með ólöglega starfsemi á samfélagsmiðlum þar sem að úlingar jafnvel geta bara pantað í gegnum Facebook skilabóð áfengi og það er komið heim til 5 mínútum seinna. Mér finnst það rosalega mikið áhyggjuefni og það þarf eitthvað að skoða það. En við sjáum samt, því að þetta er svo áhugavert, af því að þar er eitthvað svona aðgengi, en við sjáum samt að úlingadrykkja er í sögulegu lágmarki. Já, svona æðislegt. Og úlingar hafa aldrei reiknist lítið að syngja. Æðislegt, þetta er bestu. Það er fræðsla og forvarnir sem að skila því. En sem að sýnir líka bara að markaðurinn er svolítið svona bara að fara í alltaf. Þeir sem að halda að þetta sé svona upp á vendir alls og þessi gríðarlegt framfara mála að koma áfengi er bara langt á eftir. Ég fór á þjóðatíð í Vestmannaeyjum í fyrra í fyrsta skipti í langan tíma. Ég hef verið edrú í 15 ár pluss eitthvað núna og þetta er fyrst skipti sem ég fer edrú svona á fullorðinsárum á þjóðatíð og mér fannst bara sjokkerandi á mjög jákvæðan hátt hvað unga fólkið í dag er til mikillar fyrirmynda með það hvernig mín kynslóð var og það sá bara valla vín á nokkrum manni, ég sá þarna 2 ofurelvi menn á þjóðatíð og ég er þegar ég er komin á þennan stað er algjör djamari ég er með gítar í einhverju tjaldi og syng með hásan fram eftir nóttu en þannig að það var ekki þannig að ég væri bara þarna yfir daginn þannig að unga fólki er bara búið að svara þessari spurningu og við erum að gera margt rosalega vel og ég mann bara fyrst þegar ég bjó í Asíu og var að vinna í skóla þar og það kom til mig kennar og sagði hvað er það að gera í Íslandi, þetta íslenska módel og ég bara hvað er þetta að tala ég var 20 og veist ekki alveg hvað maður að tala en þá er þetta, það er útvistartíminn og fræðslan og forvarnir og þetta foreldraátak sem við fórum í vinnuskólinn og sem skilaði þessu og mikil þáttaka í tómstundum þannig að við megum alveg vera með þakklátt fyrir það að þetta hefur tekist vel og Það er náttúrulega hækkun sjálfræðisaldur sem var náttúrulega kannski stæðsta skrifið sem var stigið. Útvistartíminn skiptir líka miklu máli. Og yfir fyrsta árið í mentó sem var, og sumarið fyrir fyrsta árið í mentó var yfirleitt mandómsvígslu ár mikillar drykkju. Fyrsta helgin í júlí. Harmur í því sömri. Svo er bara unni frábært starf í félagsmiðstöðum landsins og skólum. En við langaði bara aðeins að velta einu því að nú verður þetta, nú er bara komið netsala á fullt og með stuðningi dómsmálaráðherra og Sjálfstæðisflokksins og er þetta ekki bara dæmi það að þeir eru nefna hérna almannahagsmuni auki aðgengi, auki harm í samfélaginu og kostnað og skaða en braskarnir bara fá sitt fram. Það er lögum breytt eftir því sem að þeir vilja. Ég held að þetta sé ekki búið. Nei, við þurfum náttúrulega að láta eitt dómsvaldi úrskurða það. Veltu þessi sandismadur. En það er dómsvaldið að úrskurða það ekki okkar hér svo nú. Má ég leiða að öðru máli sem er tengt? Nei, nú fyrir þetta. Það er lokað málið. Já, það er hérna með vændiskonunnar sem tengist nú þessu. 26 vændiskonur. 26 vændiskonur teknar til viðtals. Það kemur fram sem er mjög jákvætt við lagaumhverfi hér að hér er ekki bannað að selja vændi en það er bannað að versla það. Ég átti mjög góða vinkonu hérna áður sem hét Kristín Gerður Guðmundsdóttir og hún vann þáttum, hún var seld í vændi á Tunggötu 42 og hún vann þætti með honum hérna Steingrími Másinni eða Sigursteini sem var svona 6-8 röð þannig á Stöð 2 og ég var einmitt með henni þegar voru sýnd það þegar hún var rosalega hrædd
að þetta var bara glæpa lið, sko, að hún, sem sagt, hún kemur reyndar ekki fram undir nafni en heyra hann að lýsa. Hún segir þarna voru bara alls konar menn, hún var sem sagt 16 ára, sprautufíkill og illa farin að misnotkun í æsku. Og þarna hún sem sagt fyrir dóp bara seld og þarna koma fínir menn úr samfélaginu og misbjóðinni og hérna, og hún sagði þetta snýrist ekki kynlíf, þetta var sko valdbeiting. Og þú veist, það voru tannlæknar og alþingismenn og þú veist. Hún síðan kemst út úr þessu, Kristín Jónsdóttir í Stígamóti tekur hann heim til sín, marga mánuði. Og síðan fer hún í þetta viðtali á honum Sigursteini og svo er hún hérna að gera rosa mikil skýrsla bændi fyrir alþingi held ég og hún er hérna líkil, þú veist, svarandi. Svo stofnaður, svo fær hún ekki sína hjálp í heilbrigðiskerfinu. Reynir nokkur sem að fyrirfara sér, hún hafði reynt að fyrirfara sér og þá kom læknir hún sveitafélaginu sem bjó heim til hennar og reyndi við hana það kvöldið, sko. Og svo þessi þætti sýndir og hún fyrir rosalegt svona flashback, sko. Og ég er hérna mikið með henni og hérna, hún fær ekki hjálp og hún bara ræður ekki við þetta meir, sko. Og ég bara skildi það því að það var svo mikil angist, svo góð kona. Og hún sem sagt fer út á Álftanes og hérna deyr þar. Og ég hét henni því þarna þegar ég fer að skoða hitt hana þegar hún er dáin líkhúsinu í Keflavík. Og ég segi við hana, ég heiti því að ég geri mitt besta til þess að vinna að þessu málum. Sem ég reynda gert mjög lítið af, en þessi frétt svona kom með þetta upp aftur. Og ef það er einhvers staðar bleiku fíll þá er það þetta kynbundna ofbeldi. Og bara með við sitjum hérna 5. Það eru 3 karlmenn hérna. Og sko tölulegar upplýsingar ofbeldi, það eru svo ruglaðar að maður bara skilur ekki hvaða menn eru þetta. Það eru ekki mennið sem ég þekki. Og hvernig getur þetta verið? Svo sitjum við saman heima og borðum kvöldmat og fyrir með börnin og leiksu. Þetta er bara svona alveg ruglað. Og við erum eitthvað orðin svo samduna og við erum svo mikill afneitun. Það er svo erfitt að reyna að komast þangað og ég held að Laxness hafi verið að reyna þetta í sjálfstæði fólki. Veist, við verðum að sjá það sem er hérna. Og það var sem sagt lögreglufóringi í Bretlandi sem er komin með svona vídeo, með svona tölulegar upplýsingar, svona þess að þú gerir, tekur saman. Hann sagði, við þurfum að tala faraldur hérna. Og það er sem sagt 1 af hverjum 4 konum er beitt ofbeldi, þú veist, 1 af hverjum 3 er nauðgað, þú veist, og þetta er allt í kringum okkur, þetta er faraldur sem við erum að lifa og við verðum að gera eitthvað í þessu. Og fyrsta skrefið er auðvitað að viðurkenna það og segja bara, þú veist, okkur þykja vænt hvort annað, þú veist, það er aðdráttur afla milli kynjanna, þú veist, mannkynið heldur áfram, við erum bara í einhverjum ógöngum og við verðum að reyna að hjálpa stað og ekki gera sem sagt skrýmsli og fórnalamb, heldur verið hver og einn að taka ábyrgð á sjálfu sér. Þú veist, ég frem ofbeldi af því að það var brotið af mér. Þú veist, það er bara svona eins og Ísrael og þú veist, bara svo augljóst. Ég ber samt alltaf ábyrgð á mínu ofbeldi og ég verð að taka ábyrgð á því. Og þetta er bara mál sem er alls þar, þetta er bara inni, þú veist, hérna, inni í öllum húsum hérna í kring og þetta er bara aðalmálið og það hafa verið 26 konur sem eru með virka auglýsingu vændi, teknar í viðtal á einni viku, ég menna það er bara, það er alveg rosalegt. Amen. Já, Algjörlega. Við náðum ekki skemmtilega málinu. Það vonar þetta eins og við sjáum, eins og við vorum að tala með unga fólkið, að við séum að fá, veist, að með MeToo, með aukinni umræðu, að við séum alltaf að þokast í þá átt. Ég held að við séum að gera. Að við séum að fá kynslóðir ungra kallmanna sem að átta sig á því og skilja að þetta er ekki... Og bara skilningur á áfallastreitu. Kaupa sér aðgangað að líkama fólks er ekki það sem að... Og það eru mjög góð merki það og ungi menn, það er bara mjög góð merki og ég held að fyrst og fremst er það út af sálfræði þekkingu. Að það er hægt að gera, við vissum ekki hvað þessar tryggingar voru. Veist, og það getur ekkert gert, þú bara bregst allt í nögnum við, en þegar þú skilur, já, nú er heilin á mér í lífsætta ástandi, heldur þessi lífsætta, þess vegna ger ég þetta. Ok, þá fyrir ég EMDR meðferð, eða sveppi, eða whatever, en ég tek ábyrgð á því. Mjög jákvætt að lögreglan sé að fara inn í þessi mál og þetta er alltaf að taka mannsal hérna mjög alvarlega og þetta er náttúrulega mjög alvarleg
brot. Það er rosalega. Þannig að það er svona jákvætt skref ef að löggæsluvaldi er að þróast í þá átt að skoða þessi mál betur. En auðvitað mun ég aldrei skilja það af hverju fólk velur það að kaupa aðra mannski með þessum hætti. Þetta það er það sem að kannski er, drasl, sko. maður svona situr með eftir þetta er að einhvern veginn að svo raunveruleiki að það er fólk að núti sem að kaupir annað fólk. Já. Og við tökum það ekki alvarlega sem þennan faraldur sem þú ert að lýsa. Einmitt. Og hann var nefnilega, þú hættir að kíkja á hann, þennan lögreglustjóra, að þetta var akkurat þín aðferð. Tökum bara saman tölur, upplýsingar sem fólk skilur. Og þegar þú sást það fyrir þig bara einan hverjum 4 bara hérna í kringum mig, bara, þú veist, að þá allt í einu kom þetta svona, hann var bara mjög öflugur. Það þú nefnir faraldurinn, sko, þá var eitt af því sem að sósíalistar lögðu fram fyrir síðustu kostningar var svona tilboð sem að hétt stöðum ofbeldisfaraldurinn sem að fjalla þetta. Það var komið tími til þess að við lítum á þetta sem... Einmitt. Þetta er náttúrulega bara eitt af stórum málum, sérstaklega á vinnumarkaði sem að konur upplöðu að árita ofbeldi á vinnumarkaði. Það er eitthvað sem við verðum sem samfélag að upplöðu. Og bara lágluna, ég vinn upp að Landakoti með gamla fólkinu. Veist, ég fæ útborga 260.000 á mánuði, ég er eitthvað 60% vinnu. Ég er einstamóði, þú veist, þetta er alltaf gengur ekkert þannig og en ég er þarna með svona göfugu starfi. Ég er sem sagt í iðjuþjálfun, þannig að ég er svona að virkja fólk, við erum að spjalla, ég spila fyrir því á Stefán Íslandi og tölum tilfinningar og dauðan og bara, og það er mjög mikið útlendingum og fólk kemur þarna ofta eftir heila áfall og stundum heldur fólk að það sé á flugvelli að það tala allir útlensku kringu það. Það er að því við borgum fólki þarna, ekki nú hálfun. Svo fyrir ég þarna, þú veist, 50 heimspekimendar hafna, þú veist, allt það rugl og vantar bara smá rólegt og býð þarna 2 mínútur frá og bara ég ætla aðeins að settlast, þú veist, hrafndáin, þú veist, það er bara mikið í gangi. Þannig ég fyrir að vinna þarna og ég er ógeðslega góð í þessu, þú veist, og ég er gaman að vera með fólki og allir bara, hvað er yndislegt þau er svo heppin að hafa þig og hvað það er mikið gott að vita að þú sért þarna og að sé eitthvað svona góðu fólki að hugsa gamla fólki okkar. En þau borga mér saman 260.000, þannig ég get ekki lifað því. Og þú veist, svona er þetta í reynd. Það er annar faraldur sem að birtist í því að fólki sem er að vinna mikilvægu störfin fær bara skít og skam. Við verðum að taka á þessu málum. Og svona virðingarleysi, þú veist, mér finnst það að býta illa, sko. Og bara kvennastjættir yfir höfuð, þú veist, við erum að tala um jafn verðmætt störf, það er ekki jafn verðmætt eða þú fær minna borga fyrir það að vera kennari eða lögfræðingur. Við verðum að horfa út frá því ekki bara innan starfskera heldur, milli starfskera. Og mikið af þessu kynbundna ofbeldi sem ég hefur lýsað hann. Við helst vegna þess að sko kúltúrin upphefur ákveðin störf og svona ákveðið svona vægi í samfélaginu, þannig að til dæmis þegar þú ert lögfræðingur gengur vel fjárhagslega, þá er allir svona og þú kemur í veislu og segir hvað finnst þér hvað segir hefur þið heyrt meðan konan fer kannski inn í eldhús og blanda drykk eða whatever, tala við stelpunar hvað segir þú? Og þetta er kannski ofbeldismaður en meðan hann fær bara þetta hérna þá bara, það er bara engi spegill sko hann bara horfir á aðdáendur og þannig að kultúral er mjög mikilvægt að við breytum þessu og segjum, ég ætla að bera vinningur fyrir fólki sem hugsa gamalt fólk og börn á leikskóla. Umönnunarstörfunum. Ég ætla bara að hneigja mig fyrir þeim og ég ætla að láta þeim fá betri laun og ég ætla að þakka fyrir að þau séu að taka sér dýrmætasta fólk í mínu lífi menn ég er að vinna miðaldra og ég ætla ekki að klappa fyrir lögfræðingnum sem að misnotar konur. Ég ætla bara ekki að gera það. Nei, okkur hefur tímiður ekki tekist að fara í gegnum svona bara allan okkar rekstur hjá ríkinu og forgangsraða þannig að við séum að setja alvöru fjármuni í heilbrigðiskerfið og menntakerfið. Þetta ætti fólk að kjósa þetta sko. Maður hefði haldið það. Já, þetta er yfirleitt ekki alveg valkostur sko vegna þess að stjórnmálin að mörguleiti líka snúast það að taka einhverja fána og veifa þeim og gera ekki droslega mikið í því sko. Þú veist, ég held að, ég meina VG er kannski sá flokkur í dag sem að stendur mér næst sko. Ég mun alltaf kjósa flokk sem að þó að segist bara að standa með náttúrunni þá get ég allavega haldið honum svona accountable í þá áttina Guðmundur Ingi frábær en meðan Sjálfstæðisflokkurinn er búin að tala um það í 40 ár að 40 ár bara veist, í 100 ár að minnka báknið og lækka skatta og báknið náttúrulega svo auðvitað bara gerist ekkert í því sko, ég meina ef við skoðum bara
í mínu starfi þar sem að ég í rekstri með nokkra hópa Íslendinga og þeir eru allir að starfa á mismunandi hátt í ykkur útivist og það allt skipulagt á samfélagsmiðlum bara gegnum Facebook og í hópa og hvenær gerast hlutirnir, hvenær eru að hittast, hvað næst og svo framvegis dagskráin og þetta auðvitað það sem að stjórnmálaflokkarnir eru að margur leyti að fá greitt fyrir frá ríkinu að gera í einhverjum gamaldags skrifstofum einhvers staðar þar sem að alveg bara heilt sett af fólki að vinna og þetta löngu síðan runnið sitt skeið á enda og algjört bröðl. Þetta mörg 100 milljónir og það á svo mörgum stöðum svona þar sem að við erum ekkert að gera. Við erum ekkert að spara nokkuð skapaðan hlut. Ég heyrði sögu daginn af manni sem tók að sér að kaupa fullt af húsgögnum á ríkinu á slikk. Og ég ætla ekki að nafngreina neitt eða segja neitt, en þetta var eftir hrun og það var verið að skipta út á einhverjum stöðum og hann seldi allt sem hann keypti tilbaka til ríkisins. Á öðrum stofnunum. Þú veist, bara skrifborð sem hann keypti á 15.000 kall og seldi á 150.000 kall á öðrum stofnunum. Og það bara, og þetta held ég að sé að gerast í okkar rekstri aftur og aftur og aftur og það svo mörgum stöðum þar sem að við erum komin og reykjumst á veggi þegar við erum með einstaklingar sem við þekkjum sem að lenda í einhverju og þurfa einhverja sértæka einhverju úrræði að þá áttum við okkur á því að hlutirnir eru bara einfallega ekki nógu góðir. Við erum ekki með neitt sem að grípur tiltekna tegunda af einstaklingum sem þurfa á hjálp að halda. Og ég var að lesa bara baksíðuna á heimildinni núna í dag, það sem að gamall maður sem var að tala um einsemdina 80 ára gamall og hann ber svo sem alveg börnum sínum vel sögun og segir að lifi fyrir það samneyti við þau en svo bara niðurlag þeirra fréttar og þessa viðtals hvað honum líði illa þegar hann einn og hann sé allt og mikið einn og þetta bara sker mann einhvern veginn í hjarta að fólk sé á þeim stað og maður hugsa bara það hlýtur að vera er ekki einhver dagvistun eða er ekki einhver staður sem að svona einstaklingum fer og finnur sér kompani út af því að þetta bara hræðilegt að þetta skuli vera svona. Já, þetta kemur samt ekki í staðinn fyrir fjölskyldu og vini. Þú veist, ég sinni þessu starfi inn á stofnun og fæ borga fyrir. Við vitum það öll, þú veist, en það er samt gaman. En þetta kemur samt ekki í veg fyrir einmanleika. Nei. Bara með inn á stofnun. Þetta er eitthvað sem við þurfum náttúrulega að huga í okkar skipulagsmálum að þegar við erum að skipuleggja borga þar séu rými til þess að hittast og koma saman og samfélagshús með kynslóðablöndun þar sem að fólk getur komið saman og unni einmannleika af því þetta er stór faraldur og við vinnum ekkert gegn því ef við erum ekki með rými til þess að fólk geti slagt niður síman og komið og mætt og hitt fólk. Rannsóknar Hagaskóla með minnkandi samkennd þetta er bara hin hliðin á peningnum Við í skipulagsmálum að þá er alltaf svona almanna rýmið er eiginlega minna það er orðið alltaf meira af svona það sem þú kaupir þig inn í eitthvað það er Það var kannski ekki verið stefna Reykjavíkurborgar og við hefum verið með þessi samfélagshús og voru að breyta húsin sem voru félagsmiðstöð fyrir eldri fólk í samfélagshús þannig að það sem fólk getur mætt allt, alla kynslóður, þú ert með lítil börn og þú ert með eldra fólk En bókasöfnin eru frábær, þau eru svona mest lifandi staður þannig og við erum að breyta þeim úr því að vera voru þannig, en síðan hafa þau þróast þannig að world class fær að vera með eitthvað business í kringu það er ekki öllum sundlegum og þó að mörgla sér það þá er nú alveg stemning í heita pottunum Það voru fyrir svona 100 árum að svona hugmyndum eitthvað svona sameiginlega staði, eitthvað torg sem við ættum að hittast en það er meira og minna búið að markaðsvæða þetta það er þetta er orðið að Kringlunni og World Class og við erum bara ekki á leiðinni þangað það er ekkert svona venjulegar sundlegar borgareknar það er ekki svona torgið í þorpið við Miðjarðarhafið hvar er það? Það var að segja mig frá rannsókn á Vesturbæjarlauginni til dæmis og þar eru 30 pluss svona mín í samfélög
svona mínimenningarsamfélög sem að koma saman. Þetta völdklass ekki náð þangað inn. Nei. Það eru örfáum stöðum í borginni er völdklass. En ég fyrir heita pottana og þar alls konar fólk að ræða alls konar hluti sem að gerast í þjóðfélaginu og þetta torgin okkar. Tóknin á þessu var búin til fyrir 60-70 árum. Sundlauga menning er rosa rík í okkar menningu. Hver eru sundlaugana sem að þín kynslóð kom með inn í almannarýmið eða hver eru sundlaugana sem að þín kynslóð ætlar að koma með inn í það? Ég ætla nú bara að vona að sundlaugarnar verði áfram fyrir næstu kynslóð. Það var byggt upp almannabókasöfn, sundlaugar og fleiri staðir þar sem allir átt að geta mætt. Það er svona þing. Það að kaupa sig inn eða við þetta vera í einhverjum dildinum klubbi eða einhver vera að græða á þér. Og það er byggt upp sem hluti af samfélaginu. En það er minna gert af því núna, ég er bara að segja það. Það er bara, ég veit ekki alveg á hverju þú byggir það því að það er bara mjög starf í Smáralind sem almannarými eða? Kannski ekki, en það er það ekki bókasafn sem er í almanna eigu. Það er verslunarmiðstöð. Nú eru ferðamenn alls staðar, þú veist. En þú ert með borgarbókasafni sem er að gera frábæra hluti og mikið að vera og þetta er ekki hluti sem kostar inn á. Nei, þetta var búið til fyrir 70-80 árum. Já, ég held að Smáralind hafi ekki verið hönnuð með það í huga, þetta er verslunarmiðstöð. Þetta er eðlis ólíkt, er kannski ekki að bera saman bókasafn og Við getum verið með mótmæli niður Laugaveginn en við gerum það ekki í Kringlunni eða Smáralind. Það er ekki almannarými. En almannarými sem að, ef ég á að svara spurningunni, hvað kom mín kynslóð með? Hvað kom hún með inn í þetta? Það sem að mér finnst, og ég er náttúrulega komin á 60-aldur og er mikið útivist og mikið í hreyfingu. Og það er mikið fólk í kringum mig á mínum aldri sem er á þessum stað. Og partí minnar kynslóðar er í Laugavegshlaupinu, er í Fossavaðsgöngunni, Urriðavarsundinu, í Henglinum, þar sem að mitt fólk, eða fólk sem er eins og ég og er ekki á Galleiðinni einhvers staðar, þar hittist og þetta var mörg hundru manns saman úr öllum áttum og hlaupa eða skíða eða synda saman. Róbert, áttræði maðurinn sem að þú komst með hingað, hann er ekki þar. Nei, hans kynslóð er sundlaugar, hann kom með hana. Það þurfi ekki allir á sama stað. Það er að vera almannarými til þess að vinna á einmannaleikanum og við getum ekki bara haft það sem er selt inn. Ég man eftir því að í minni fjölskyldu var einn afi sem átti samfélag sem var bara í kringum eina kaffivél í Hagkaupisskeifunni. Og þar hittist hans samfélag og var hist okkur í mennsta mótni og farið yfir málin. Og á mörgum stöðum út á landsbyggðin, út af því landsbyggðarmaður, eru þessi samfélag ennþá að hittast. Það er Vigtinn í Grundarfirði og það er Dekkjaverkstæðið í Vestmannaeyjum. Og þetta er að mörgu leyti í sundlaugunum okkar líka. Klukkan 8 á morgnana áður fyrir vinnu, fæðir eitt kaffibolla, rífst aðeins og fer síðan. Og þetta er líka út allir borg í sundlaugum og Má ég benda á eitt örstutt? Það tengir skautun. Það tengur alltaf svo erfiðlega endan að þátt. Þetta verður ótrúlega stutt. Í sambandi við skautun, það er allir að tala við verðum að takast á þessa skautun og þú skoðum að tala mikið um það. Þegar einn mesta skautun var í samfélaginu okkar, það var fyrir 1024 árum síðan, give or take. Og þá skiptist í tvo mjög stóra trúarhópa, þó kannski heiðinni er ekki beint trúarhópur, en það er lífsafstaða, animismi, og svo kristnin sem ég fann að koma inn og þetta hefur auðvitað að gera með kaupsýslu og ýmislegt og svo er verið að þinga, alþingi, þingullum, og þá hóparnir orðin það stóri að þetta er vandræði. Þá er valinn einn maður til þess að skera úrum hvaða átt skuli taka. Eða hvaða stefnu og heiðinni maðurinn er beðinn að taka þetta hlutverk að sér. Mér finnst þessi bara ein merkilegasta saga sem ég veit um. Hann segir, já, en þá þurfum við að hlýða minna ákvörðun, já, sjálfsögðu. Hann fer undir feld og frábær bókin hans Jóns Nefels þetta. Under the Cloak heitir hún. Hann fer þarna og svo kemur hann og ávarpar þingheim og segir, ég tek ákvörðun, hérna frá verðum við kristið þjóð. Og þið getur blótað áfram að laun og það má bera út börn og það má éta hross. Og þarna einhvern veginn hafði þjóðin rænu á og ég er nefnilega svo ánægð með þjóðinni í þessum forsetakosningum að því hún kom mér óvart og mér fannst þér svona sterkur vilji, við ætlum að gera eitthvað. Þarna gerir þjóðina sama, hún velur sér eitthvað ólíklegan til að hafa forystu. Þegar það er orðið þannig að það er engin friður. Má ég mæla með þetta í bók? Já.
sem heitir Chaos Machine og er skrifuð af Chaos Machine. Já, hún er skrifuð af blaðamanni LA Times og er að fjalla áhrif samfélagsmiðla á samfélag okkar og hvernig samfélagsmiðlar fyrst og fremst eru stærsta ástæðan fyrir skautunni sem er eða stað í samfélaginu vegna þess að þeir einangra okkur í bergmálshellum og íta það er svo mikið miskunnleysi já, og þeir íta undir mjög öfgafullar og hættulegar skoðanir samfélagslega hættulegar skoðanir og að því að sko, þessi saga er svo falleg hún er svo falleg en hún alltaf snýst fyrst og fremst milliríkja viðskipti já ég veit það en hún er þú veist bara bætir fólk er hún falleg en þú veist það sem er alveg rétt og ég held sko þessum tíma sem við lifum núna það sem er mikil skautun að þá þurfum við sko að gefa í til dæmis í alþjóðasamvinnu ungs fólks, fá ungt fólk frá ólíku löndum til þess að vinna saman og kynnast ólíku menningum og trúabröðum að því að í gegnum það samtal þá skiljum við betur hvaðan fólk kemur og berum meiri virðingu fyrir því og nú ætlum ég að segja bara mína reynsla því ég var sjálf í alþjóðlegum skóla og hann er sá skóli er sko stofnaður af heimspekingu sem hafði séð heiminn sko skiptast í tvennt í stríði og hann var gyðingur og hann stofnaði hann skóla með það fyrir augum sko að fá ungt fólk á mótunárum þeirra frá öllum heiminum til þess að þau myndi eiga þetta samtal til þess að fyrirbyggja það og við myndum lendi því sem að hann hafði lendi og ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að taka inn fyrir framtíðina og fá ungt fólk til þess að vinna með þessu Má ég mæla með bók á móti fyrir þig? Já, ég er ekki alveg búin að tala um þessa bók af því að internetið þegar ég er úlingur er ótrúlegur staður hann er bara, þetta er svona undraland bara svona vilda vestrið þar sem ég var fyrsta sinni nettengdur og verið að tala um manneski í Ástralíu og Yrkinu og mamma mín held ég var að ljúga því að henni skilur en það sem að internetið hefur gert er að það er búið að hólfa okkur niður í þessa samfélagsmiðla sem eru allir í eigu einkafyrirtækja og þeirra eigendur vilja fyrst og fremst hámarka gróða sinn með því að hámarka tengingu notandans við appið eða samfélagsmiðlinn sem að þá er stanslegt að íta aðeins hlutum sem að þú munt eiga í engagement við af því að það er það sem að selur auglýsingar og það sem að allir þessi samfélagsmiðla eigendur vita er að engagement keyrist fyrst og fremst áfram á ótta og reiði það er það sem að fólk engagea fyrst og fremst við það lækaru, það kommentaru, það sem gerir þið hræddan, það sem gerir þið reiðan það er ástæðan fyrir því að svona margir eru að upplifa kvíða og þunglyndi og svo framvegis hvað eru samfélagsmiðlarnir að færa okkur? Þeir eru að trekta internetið niður í kisumyndir og haturspósta og skautun og þeir eru að gera úlingan okkar alveg brjálaðislega kvíðna og þunglinda og við sjáum öll gögnum það hversu sérstaklega ungar stúlkur er að verða sko bara katatónist kvíðna á notkun á Instagram og Facebook þannig að á meðan að samfélagsmiðlarnir sem við erum öll á stanslaust marga klukkutíma á dag eru að ala á skautun og þunglindi og kvíða og ég get ekki séð að þeir sé að færa okkur eitthvað sem að interneti var ekki að færa okkur áður og þeir eru eigu einkafyrirtækja sem eru fyrst og fremst að hugsa að hámarka gróðan þá er skautun ekki í okkar höndum að vinda ofan af henni þetta eru í höndum þessa einstaklinga sem eru allir meðvitaðir þessi það er það sem þessi bók fjallar að það er verið að færa þessum einstaklingum þessi gögn sjáðu, hérna er Facebook að valda þjóðumorði í Indlandi og þeim er alveg sama vegna þess að þeir vilja ekki snerta á neinu sem getur undið ofan af notkun á appinu þeirra vegna þess að það selur færri auglýsingar það selur Má ég nefna þessa bók? Hún heitir Tribe og það er blaðmaður, ég man ekki ákveða blaði í Bandaríkjunum sem skrifar hana hann hefði verið sérsagt með hersveitum í Afganistan, bandarískum og einhverjum fleiri stöðum svona átaka stríðsfréttaritari en hann var langa tíma með fólki sérsagt í hræðilegum aðstæðum í einhver svona herfangabúðum eða herbúðum og þú veist, þannig eru bara fullt af kallmennu svoandi saman, þú veist, vinna ógeðslega mikið, það er enga konur, það er ekkert vín, bla bla, eitthvað. Svo koma þeir heim til Bandaríkjanna og samfélagið, sko, knowledgear það ekki fyrir hvað þeir hafa verið að gera. Segir ekki, heyrðu, hvernig var þetta? Þú varst á okkar vegum, við borguðum launin þín, þú varst kannski að drepa fólk. Er í lagi með þig? Það er bara nada. Það sem gerist að þessi menn upplifa rosalega söknuð eftir tímanum í hópnu sinu þegar þeir voru tribe. Það sem gerist að meðan þú ert í átökunum í lífsættunni þá ertu ekki tráma viðbröð. Þú ert bara þú ert bara að bjarga lífiðinu. Heilin er að skrá þessum tráma viðbröð. En þau fara ekki að staða fyrir þú ert komin í triggeringu sem því þú ert komin út úr hættunni. Þannig að þeir koma aftur til Bandaríkjanna
búin að missa træpið sinn og það sem gerir þú missir træpinn, segir þessi maður, þá triggerast áfallastreitan. Og það sko, þetta að það fari límið og samfélagið, það það sem triggar í okkar áfallastreitu sem svo við heldur brjálaðinu. Það er rosalega áhugavert. En það er náttúrulega líka það sem að þessi mikla einstaklingshyggja sem að kapitalismin þrífst á er búin að gera hún er búin að einangra okkur svo mikið. Við sem dýrategund vorum fyrst í sko, 65 miljón ára sem spendýr, hópdýr, svo sem homo sapiens í 200.000 ár sem 100-200 einstaklinga hópur, þar sem allir að reyna að styðja hvort annar bara að komast í gegnum þetta helvíti. Svo búið að setja okkur litlir kassar á lækjabakka, það búið að hólfa okkur niður í lítil box, þar sem við erum með okkar minnsta kjarna og hittum kannski einmitt og afa bara einu sinni í mánuði, við búum ekki með þeim lengur. Við horfum ekki lengur upp að dauða ástvin okkar og syrgjum í gegnum það. Við erum ekki lengur einhvern veginn saman að fara í gegnum þetta, heldur allir komnir í eitthvað keppni sko. Og eru svo bara í ángist, kvíða, þunglindi, sjálfsvígum. En það var spurningi sko, að því samfélagsmiðlarnir eru hér, þeir eru ekkert að fara, hvað ætlum við að gera við þá og það heldur sko, við þurfum að færa umræðan alltaf þangað því að við vitum áhættuna en hvernig vinnum við gegnum. Það er bara til aðferðir. Þeir þurfa að vera accountable fyrir því hvernig þeir eru að móta samfélögin og það þurfa að vera einstaklingar sem eru að nota það sem að stjórna því hvernig þeir interakta við notendur sína. Ekki fólk sem er að fá greiðslur út frá því hversu margir er að nota þá. Heldur fólki sem er að nota þá. Ég held að það sé margþætt en ég held að þurfum líka að horfa á sko til takmörkunar notkunar til dæmis í skólum. Við þurfum að horfa á gagnrýna hugsun þegar þú ert að fá allar þessar upplýsingar til þín og getur ekki greint þær. Hvað ertu þá að taka inn? Við þurfum líka svolítið að horfa til að læra, kenna gagnrýna hugsun og takmark og við sjáum bara Danir í gær að fréttum það að þeir eru búin að setja viðmið það að fullorðnir er ekki verið meiri í síma en 3 tíma á dag. En það er rosalega erfitt að kenna gagnrýna hugsun ef þú iðkar ekki gagnrýna hugsun. Ef þú ert að kenna í gegnum iðkun. Já, ég er að segja að þú getur eiginlega ekki látið þetta til kennara að þetta er svo mikið grundvallaratriði að iðka gagnrýna hugsun. Þú getur ekki sett barn inn í skóla og sagt, jú, hann er menntari heimspeki, þú veist, en heima gerum við þetta ekki. Ég held að þetta gera bæði. Nú var ég sjálf í námi út í Noregi sem alþjóðlega skóla og þar var gagnrýn hugsun sér námsfagum. Það var líka inn í öllum öðrum námsfagum. Þannig að þegar ég var að læra starffræði þá var sko gagnrýn hugsunum, það er jöfnur sem ég var að læra og af hverju er þetta svona og það var allt challenge. Magnea, af hverju viltu ekki bara þjóðnýta samfélagsmiðlana því að þeir eru bara eiga að vera almenningur og þeir eru að hlíta svona lögmálum og hagsmunum almennings en ekki einhverja gróðafyrirtækja. Er þetta ekki alltaf bara stór þáttur? Það verður eins og við værum bara með almenningssamgöngur einhvern veginn og það ætti bara einhver kallað og myndi bara keyra okkur bara eitthvað og er þetta ekki bara alltaf stór þáttur í nútíma samfélagi til þess að skilja þetta í höndunum að eftir einhverjum talandum sko menn með mikilvænskubrjálæði sko sem eiga þetta allt meira og minna sko. En er þetta ekki þannig að fólk bara almennt yfirgefur þetta sjálf? Sko, þetta er orðið svo yfirþyrmandi neikvætt. Þetta er samt ágætist tæki eins og það sem Bragi er að segja hérna er nákvæmlega það sem að allir upplifa að þetta er að færa þeir í raun og veru. En internetið er ekki slæmt. Þetta er þannig. Ég finn það á sjálfum mér til dæmis. Að ég hef enga löngun til þess að lýsa skoðunum mínum á samfélagsmiðlum. Þú veist, einhvern tímann sagði þú við mig, þetta er akkur sem maður sáir bara í. Tekur ekkert út úr. Og ég held að það sé að mörguleiti alveg rétt, sko, út af því að sá ég akkur óvinna síns. Sko, af því að þú ert varan sem verður að selja. Akkurat. En það sem þurfa að vera skýra reglur þetta og þegar ég var að tala um gagnrýna hugsun þá var ég ekkert að endilega útiloka hitta þessi skýra reglur þetta en ég er heldur ekkert hlynnt því að ríkið eigi samfélagsmiðla alveg eins og ég er ekki hlynnt því að ríkið eigi símafyrirtæki. Sjúkrahús er allt öðruvísi innviðir. Ég hef bara markaðurinn ákveðið þetta svolítið sko. Ég held að þetta verði bara þannig það er leiðilegt að þú á endanum fjarlægist þetta og fer að nota einhvern öðruvísi. Þú það stoppar alltaf. Ein setning. Það þarf að bæta við meira. Nei, bara einni setning. Þú mun að setja framhaldi í þáttinn núna 3 í röð. Það þarf að gera það einu sinni. Nei, þetta er bara ein setning. Og hún er úr ljóði, ég bara get ekki muna eftir hvernig þetta ljóð er. Þú þarf að reyna að breyta þessu í lesandi viku. Ég reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Þetta er orðið margir þættir. Þetta er ljóð sem að Hrafn kendi mér fyrir norðan og þessar 2 ljóðlínur eru held ég uppáhaldsljóðlínur mínar og þær eru svona.
af því að nú líður að sumarsólstöðu. Það eru svona, sól, stattu kyrr, þó kallið þig sær til hvílu, ég elska þig heitar. Þetta er fínt að fara með þetta, nú er stutt í sumarsólstöður, það er nú bara... Sólgosinn. Það er bara vika. Jú, það segir það. Þetta er mjög tímabær setning. Kæra það ekki verið komuna. Takk hérlega. Á ég ekki að segja hvað ég heyrði í morgunu þig, Hanna? Komin ít. Við verðum hérna í alltaf nótt með þessu áframaldi. Þetta er búið að vera hérna... Það er svona fólk í fréttum eitthvað. Nei, þetta er ekki þannig þáttur. Elín Agla, Róbert, Magni Agná og Bragi Páll, kæra þakki fyrir komuna. Takk. Takk hérlega. Góða helgi. Og ég þakka Pétri kærlega fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Við getum hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðarinnar með því að benda vinum og vandamönnum á það efni sem við sjáum hér og ykkur líkar. Þannig stækkar dreifikerfi. Það er jákvæði hlutin af samfélagsmiðlunum. Við getum bent á að þetta ná í efnið okkar á Facebook og YouTube, en við erum líka á öllum hlaðvarpssveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á Stór höfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpssendingar líka á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilarar.is, en það er líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna á allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Og við erum komin í sjónvarpið, þannig að við þurfum að komast frá samfélagsmiðlunum sem að hafa alls konar áhrif á því hvernig efni okkar dreifist. Við erum komin til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt á símanum, fjarskiptafyrirtækinu. Við erum með 5 á fjarstýringunni. Vonandi mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Samstöðin er byggð upp af áhorfendum. Það eru svona 40.000 mann sem að horfa á þættin okkar eða hlusta á þá í hverju viku. 1300 af þeim hafa gerst áskrifundur og allt sem við sjáum hér er eiginlega boðið þeirra. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getur skráð okkur fyrir 2500 króna áskrift á mánuði. Þið megið borga meira þið viljið og þeir sem kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni, athugað að við getum búið til umræðuvettvang og fjölmiðil, fyrst og fremst með samtakamætti almennings, búa til almenning hér við þetta rauða borð. En þetta er nóg í bili. Ég þakka kærlega fyrir og segi bara góða helgi.